Góðir gestir, verið velkomin í Þjóðminjasafnið. Ég heiti Bryndís Sverrisdóttir, ég er sviðsstjóri miðlunarsviðs safnsins og verð fundarstjóri hér í dag. Það eru flutt 5 erindi eins og sjáum á dagskránni og það verður kaffihlé eftir 3. erindinu og ef tími vinnst til þá ætlum við að leyfa 1 til 2 stuttar spurningar eftir hverju erindi. Á þessu málþingi ætlum við að fjalla um merkilegan hluta menningarársins sem að stærstum hluta og nánast algerlega er skapaður á konum. Þjóðminjasafnið er ríkt af þessum arfi. Hér hafa varðist forn altarisklæði, rúmábreiður, handlínur, baldýraðar húfur og kragar, sjónabækur og margt fleira sem ber formaður okkar fagurt vitni. Og margt af þessu eru einstök listaverk. Það er raunar umhugsunarvert hvað það er sem fær stimpilinn listaverk og gengur kaupum og sölum fyrir háar fjárhæðir og hvað ekki. Hvers vegna er altarisklæði eða mynd sem hannyrðakonan hefur sjálf litað bandið í, teiknað munstrið og saumað út í striga með flóknu spori í mánuð og jafnvel ár, ekki talið jafn verðmætt í listaheiminum og málverk sem málaði með pensli og litum og striga. Gæti skýringin legið í því að karlmenn hafa lítið sem ekkert fengist við hannyrðir og því hafa þeir ekki fengið þann status sem þeim ber. Höfum við konur ef þau vill hjálpa til eða tala niður þessa listgrein með hóvarverkar og lítillæti og má velta þessu fyrir sér. Ein var sú kona sem helgaði starfsævi sína íslenskum útsaumi og textilfræðum og innleiddi reyndar orðið textíll í íslenskuna og það var Elsa E. Guðjónsson. Elsa fæddist 21. mars 1924 og hefði því orðið nýrað í gær ef hún lifað, en hún lést árið 2010. Elsa var menntuð í textíl- og búningafræðum og listasögu frá University of Washington í Seattle. Hún starfaði við Þjóðminjasafnið lengst af sem deildarstjóri textíl- og búningadeildar frá 1963 í rúm 30 ár til starfsloka 1994. Elsa skrifaði fjölmargar bækur og greinar og ritgerðir í íslensku og erlend tímarit á ferli sínum, en hún var fyrsti fræðimaðurinn sem rannsakaði þennan hluta safnkostsins að einhverju marki. Ég kynntist Elsu á 9. áratugnum þegar ég var ungur safnkennari hér í Þjóðminjasafninu og við, Lilja, sem talar hér á eftir rannsóknir Elsu, unnum meðal annars með henni á nokkrum sýningum og svona fleirum. Hún er eftirminnilegur karakter, virðuleg, föst á meiningunni, ófeimin við að láta skoðanir sínar í ljós, sífellt með nýjar spennandi kenningar í smíðum, svo myndistundum á leynilögreglustöð. Til dæmis þegar hún var að grúska í aðfangabókum Victoria and Albert safnsins í London og fann þar lýsingu á búningi sem gat átt við kvenbúning þann sem William Hooker eignaðist í Íslandsferðinni 1809 og lýsti nákvæmlega í ferðabók sinni. Það kom í ljós að Elsa hefði rétt fyrir sér sem var merkileg uppgötvun því Íslendingar töldu að búningurinn hefði eyðilagst í eldi sem kom upp á skipi Hookers suður á Reykjanesi. Og í Victoria and Albert vissi engin nánari deila á honum en safnið hafi keypt hann af syni Hookers árið 1869. Þetta er faldbúningur frá því 1800, brúðarbúningur, hlaðinn skarti sem Hooker segir hafa verið einn ríkmannlegasta kvenbúning landsins. Búningurinn var lánaður á sýningu hér í Þjóðminjasafninu árið 1968. Við kölluðum hana frú Elsu þegar við töluðum hana. Þetta var þeim tíma þegar þéringar voru að leggjast af, en það voru þó enn til einstaka frúr í bænum og Elsa var einn þeirra. Þótt Elsa væri faglegur, alvörugefinn fræðimaður hversdags, þá var engin kátari en hún á mannamótum. Þá leiftraði af henni og hún fór gjarnan með vísur sem hún hafði sjálf ort, en það voru vel hagmælt. Við minnumst frú Elsu með virðingu og þökk fyrir hennar störf fyrir Þjóðminjasafnið og þjóðina alla. En nú skulum við hefja málþingið og fyrst stígur á stokk Áslaug Sverrisdóttir. Hún lauk vefnaðarkennaraprófi frá Myndlist- og handíðaskóla Íslands árið 1972 og var stundakennari við Myndlist- og handíðaskólann, Hússtjórnarskóla Reykjavíkur og á námskeiðum hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands 1972–1990, þar sem hún kenndi vefnað í Urtalitum og Spuna. Áslaug var safnvörður við munadeild Minjasafns Reykjavíkur á árunum 1997–2005 en lauk svo doktorsprófi í sagnfræði frá Háskóla Íslands árið 2011 og erindi Áslaugar nefnist Vefstaður áherslur í rannsóknum. Áslaug, gjörðu svo vel.
efnaráhald sem var í notkun hérlendis þar til vefstólar hluti sér til rúms á Íslandi og upp á miðaldir en þetta. Með hliðsjón af tilefninu fannst mér það gæti verið við hæfi að ræða rannsóknir sem tengjast vefstað fremur en áhaldi sjálf, eins og hann hefur komið alls að vera auðreiðandi í rannsóknum. Markmiðið ekki að fjalla rannsóknir einstakra fræðimanna heldur kynna lauslega samantekt áherslur í rannsóknum sem varða vefstað og tengingu þeirra rannsóknar við fræðasvið og heimildaflokka. Ég mun hins vegar taka dæmi fræðimenn sem hafa stundað rannsóknir á vefstað til að varpa ljósi á meginviðfangsefnið. Ritið 100 ári Þjóðminjasafninu eftir Kristján Eldjárn kom fyrst út árið 1962. Í ritinu eru birtar myndir og frásagnir af undragripum og atriðum sem heyrðu undir varðveislu Þjóðminjasafnsins. Ritið birtir ekki úrval bestu gripa að sögn höfundar, en hugmynd hans var sú að vekja hugboð vöxt safnsins þau tæp 100 ár sem það hefði þá starfað og birta eins konar þverskurð af viðfangsefnum safnsins. Efnisþáttunum er raðað í tímaröð þannig að elstu gripur eru fremst og svo koll af kolli og framan í ritinu eða í 10. efnisþætti er birt mynd af vefstað og skýringartexta undir heitinu Gamli íslenski vefstaðurinn. Og það er þessi mynd. Þar skýrir Kristján meðal annars frá því að safnið hafi eignast einstaka hluta úr vefstað en engan heilan. Ennfremur kemur fram að árið 1871 hafi safninu verið gefinn lífur og árið 1872 hafi það eignast töluvert slátur úr vefstað eins og Kristján orðar það. Og með því að setja saman það sem þannig hafi fengist ýmsum áttum og fylla í eyðurnar eftir uppdrætta vefstað frá síðari hluta 18. aldar hafi verið hægt að setja upp vefstað og sýna í safninu. Ég held að það hefði verið bætt við, uppröðlega hefur það verið þessi vefstað og þú vil ekki verið mjög til að það umþást þessu og frumynda hefur bætt við mjögum. Hins vegar hefur í tímans rás bæst heilmikið við og ég vil bara benda á þetta að Elsa, hún birti yfirlit þá vefstaðhluti sem hafa bæst við í tímans rás ef einhver hefur áhuga á að punkta það niður hjá sér. Það vildi svo til á svipum tíma og ritið 100 ári Þjóðminjasafnið kom út að norski fræðimaðurinn Marta Hoffmann að ganga frá útgáfu á doktorsritgerð sína vefstað sem kom út árið 1964 undir heitinu The Weighted Loom. Í því rit eru birtar niðurstöður af rannsókna vefstað, verklæfivefna og framleiðslu voða í vefstað sem tók til Noregs, Finnlands, Lettlands, Færeyja og Íslands. Og staðið hafði yfir í 10 ár eða frá 1951. Hoffmann var menntur sem listfræðingur og fornleifafræðingur og starfaði við Norsk Folkemuseum í Oslo. Hoffmann greinir frá því að í miðja síðustu öld þegar hún hóf sína rannsókn hafði fjöldi fræðimanna og ólíkum fræðigreinum á Norðurlöndum og Mið-Evrópu birt niðurstöður rannsókna á vefstað. Og hún getur í inngangi að doktorsritgerð sinni allmörg rit sem hann áleit veigamikið í þeim efnum. Að þeirri upptalningu má ráða að það hafi einhver verið sérfræðingar í félagsfræði, fornleifafræði, málvísindum, textafræði og textílsögu sem þá hefði gefið sér rannsóknum á vefstöðum og birtum þá niðurstöður. Sumir þessara fræðimanna tengdu opinberum söfnum líkt á Hoffmann. Upptalningin í doktorsritgerðinni hennar og rannsóknum sem varð vefstað og birtar höfðu verið í Mið-Evrópu og Norðurlöndum síðustu áratugum 19. aldar og fyrir hluta 20. aldar auðvitað ekki tæmandi skrá yfir stöðun eins og hún var þá í þeim efnum, en lausleg athugun leiðir þó í ljós að rannsóknir sem tengjast vefstað og birst hafa á síðari hluta 20. aldar eru þó nokkrar, þó þeir auki ekki eftir því sem ég get best séð og þá mynda fræðasviðum sem ég hef búið til út frá upplýsingunum sem birtust í riti Hoffmann og það eru hérna. Þetta er svona mynd sem ég hef búið til þeim upplýsingum. Í mörgum söfnum í Skandinavíu eru varðveittir vefstaðir en við móttöku þeirra í söfn hafi lítið verið skráð hvernig þeir höfðu verið notaðar að söfn Hoffmann. Hún byggði því rannsókn sinni á fjölbreyttu safni ritara heimilda.
en auk þess studdist hún við athuganir á verklagi sem tíðkast hafði frá fornu fari á eyju við vesturströnd Noregs og meðal lappa í Noregi og í Finnlandi. Í rannsóknarferðum þessi svæði kynntist hún konum sem kunnu hefðbundin handtökuvefnað í Vefstað. Vægi þessara kynna í heildarniðurstöðum sínum segir hún: The field work among different weavers of all whom worked in the old tradition is the basis of this book. I feel deeply indebted to these skilled women for their kind cooperation. Þá má geta þess að fræðimenn sem afla heimilda úr slíkum heimildabrinnum geta þeirra stundum í heimild að skrá sem munnlega heimilda. Það gerir Hoffmann þó ekki. Í rannsókn sinni fallar Hoffmann ítarlega það sem þá var vitað íslenska vefstað og hún leggur áherslu á mikilvægi fornra íslenskra ritheimilda fyrir rannsókn á vefstað yfirleitt og bendir á að fjöldi íslenskra ritheimilda og fjölbreytni þeirra tengist vægi íslenska vefstaðarins í utanlands- og innanlandsverslun Íslendinga á miðöldum. Með öðrum orðum framleiðslu þeirra gerðarúða sem nefndir vaðmál í fornum íslensku ritheimildum. Hoffmann var þó ekki ljóst hvernig vaðmál hafði verið ofið í vefstað á Íslandi eða hvers konar vefnaðargerð mátti án efa tengja heitinu vaðmál eða þeim heitum sem birtast í fornum ritheimildum þar sem vaðmál myndar síðarlið orðsins, til að mynda í heitunum vöruvaðmál, pakkavaðmál og hafnavaðmál og fleiri heitir vist til. Ritið The Work-Weighted Loom hefur frá þeim tíma sem það kom út 1964 verið grundvallarrit í rannsóknum á vefstað og notum þess áhalds á Norðurlöndum. Í minningagreinum Hoffmann sem Elsa Guðjónsson skrifaði árið 2001 kemur fram að rannsóknar Hoffmann urðu til þess að gefa tilefni til að setja upp og vefa vaðmál í vefstað í Þjóðminjasafni Íslands sumarið 1963. Og segir Elsa að sú tilraun hafi örvað til frekari rannsóknar hér á landi á þessu sviði. En Hoffmann mun hafa komið hingað í tengslu við rannsókn sína haustið 1962 og aftur sumarið 1963. En ekki síðar í öðrum öndagjörðum. Ef staldrað hér við álykta rannsóknin hérlendis til undirbúnings uppsetningu vaðmáls hafi hafist ekki síðan haustið 1962. Hvað sem því líður nákvæmlega má segja að lotarannsókn íslenska fræðimanna á íslenska vefstaðnum hafi hafist á 7. áratug aldarinnar sem leið og að hvatinn hafi verið ráðgátan vaðmál, spurningin, hvers konar voru vaðmál og hvernig var verklagið við gerð þess. Íslenskir rannsakendur áttu ekki vísan fjölda gamalla vefstaða í söfnum landsins og ekki var vitað lifandi manneskju sem hafði varðveitt kunnáttu því hvernig verklag við vefnaðan hérlendis var meðan áhaldið verið notkun. Á móti kom að meðal fornra íslenska ritheimilda var að finna mikilvægar upplýsingar vefstaðinn, reglur framleiðslu vaðmáls og vísbendingar hagrænt og sögulegt hlutverk vefstaða á vaðmáls. Meðan slíkra heimilda Grágás, lagaskrá skrifuð á 13. öld og búalög sem skráð verðlag og venjur í viðskiptum forna stofni. Þegar kom að því að gera tilraun til að setja upp vaðmál í vefstað á vegum Þjóðminjasafnsins árið 1963 munaði hins vegar mest að ég held, í byrjun mest lýsingu sem talin ritið 1870 á kona nafni Guðrún Bjarnadóttir sem mun hafa verið búsett á Suðausturlandi. Matthías Þórðarson hafði birt þessa lýsingu, hafði birt þessa lýsingu ásamt fleiri brotakenndum upplýsingum vefstaðinn í ábók hins íslenska fornleifafélags árið 1914 í grein undir heitinu Ýmislegt gamla vefstaðinn. Með tilrauninni til að setja upp og vefa vaðmál sem gerð var árið 1963 í Þjóðminjasafni hafði ákveðnum áfanga verið náð en nokkrum spurningum sem tengdust tækni við uppsetningu í vefstaðinn og verklag við vefnaðinn var enn ósvarað. Frekari tilraunir skýrði nokkur veigamikið á þetta mál og annars þess ég fær nákvæmlega út í smáatriðin hérna þá bendi ég að Elsa Guðjónsson segir frá þessu í grein sem hún nefnir Nålegar merkningar om den isländska verklet och birtist árið 1985 í bók hins norska
albúmnarskortum og sem ég þetta mynd af sérriti úr árbókinni og það kannast einhverju sem að hafa lesið sér til vefstaði þetta sérrit. Þar getur þess að jafnframt framlag Sigríðar Halldórsdóttur vefnaðarkennari til lausna tæknilegra atriða en Sigríður setti upp bánmál árið 1979 í vefstað sem komið var upp í tilgátu bænum frá þjóðveldisöld í Þjórsárdal. Alveg lengri haldið má spyrja einkenni þeirra voða sem sett áður upp og opnaði vefstað á vegum Þjóðminjasafnsins árið 1963 og 1979 og niðurstaðan var að hægra megin vaðmál og ef þið fylgir efstu línunni þá sjáum við að sá þráður sem gengur lárétt, hann fer yfir 2 þræði og undir 2 til skiptis og hann færist til eitt fyrirtak við hversin sem að skiptu skotið í skip. Þetta var niðurstaðan með því að bera saman þessum lýsinguna hennar Guðrúnar og annað sem var tiltækt vaðmál. Elsa Guðjónsson var menntuð í textíl- og búningafræði, listasögu, miðaldarsögu og Íslandssögu. Hún ritaði auk þess sem ég hef þegar minnst á nokkra greinar íslenska vefstað þar sem hún gerir grein fyrir heimildum, bregður ljós á heit á einstökum hlutum og verklæfi vefnaði vefstað. Sigríður Halldórsdóttir menntaður vefnaðarkennari, stundaði kennslu og gaf sig jafnframt að rannsóknum á verklæfi vefnaða á Íslandi til forna. Sigríður ásamt til þess að hér talar höfundar af myndbanda sem kom út af 1997 undir heitinu Vefnaður fyrir alda. Kápan af því. Þar sýnir Sigríður handtökuuppsetningu og vefnavaðmáls í vefstað og jafnframt uppsetningu spjaldvefnaðar og handtökuvefnaði í spjöldum. Ennfremur kemur það fram túlkun Sigríðar á rithöfundur frá 18. öld þar sem sagt til uppsetningu og hringavefnaði í vefstað. Enginn af íslensku rannsakendunum sem koma að tilraunum sem Elsa hefur stjórnað og Sigríður kom að til að setja upp vaðmál, enginn af íslensku rannsakendunum sem kom að tilraunum til að setja upp vaðmál í vefstað á síðari hluta aldarinnar sem við og sagt hefur verið frá hér og framan birti hins vegar heildarúttekt tilraunirnar þar sem nákvæmlega kemur fram verklag og álitamál í heildrænu samhengi. Framlega svo Sigríðar jók eigi að síður verulega við þá vitneskju sem fram hafi komið í riti Hoffmann og að mínu mati það markverðasta sem gerst hefur í rannsóknum íslenskum vefstað til þessa. En nú snýi mér annars konar rannsókn. Á 1992 var Helgi Þorláksson sem nú prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, doktorsritgerð, sem var birt undir heitinu Vaðmál og verðlag, vaðmál í utanlandsviðskiptum og búskap Íslendinga á 13. og 14. öld. Og hérna kápan á þessu. Meginviðfangsefni var að kanna mikilvægi utanlandsviðskipta á því tímaskeiði sem ekki tiltekur hérna með því að athuga samhengi verðlags og vaðmáls, hvort viðskipt og framleiðsla innanlands eða utanlandsviðskipti hafi ráðið verðlagi og hvort verðið hafi verið stýrt. Helgi fer meðal annars ítarlega við mismunandi heiti vaðmáli á vaðmáli, framleiðslu vaðmáls og notkun, útflutning vaðmáls og samkeppni annarra klæða. Hann notar fyrst og fremst ritarheimildir og talsvert af fornum ritheimildum eins og heiti ritgerðar hans gefur til kynna. Niðurstöður hans í notkun tæla utanlandsviðskipta hafi ekki haft mikil áhrif á búskap Íslendinga á tímaskeiðinu 1200–1340 og meðan vaðmál var aðalútflutningsvara. Á hinn bóginn segir Helgi að framleiðsla vaðmáls til innlendra þarfa hafi verið mjög mikilvæg fyrir búskap Íslendinga á 13. og 14. öld. Ef litið til þess sem hér hefur komið fram íslenskar rannsóknir á vefstaðnum og framleiðslu voða í vefstað og með hliðsjón á fræðilegum bakgrunni rannsakanda sýnist mér að við sögu hefur komið 3 meginsvið fræða. Sagnfræði, textílfræði og textagreining, textafræði kannski, og vefnaðarfræði sem ég vil jafnvægt líta á sem eina hlið á verkfræði. Og hérna að ofan svo mynd sem ég hef búið til að fræðasviðanum í íslensku rannsóknunum og neðan þessi mynd sem bjóð til og það sem kemur frá hjá Hoffmann. Þetta berða saman. Við rannsóknir leita fræðimenn sumir í fjölbreytt safn heimilda og stundum langt út fyrir það fræðasvið sem þeir eru formlega menntaðir í.
Greining á bakgrunni fræðamanna eða fræðasviðum sem þeir hafa helgað sér gefur engan veginn skýra mynd af heimildaflokkum sem komur við sögu í hverju tilviki. Komið hefur fram að ritaðar heimildir er sá flokkur heimilda sem mestu hefur skilað við rannsóknir á íslenskum vefstað og framleiðslu vafmáls í vefstað. Ég veit til þess að íslenskir rannsakendur hafa auk vefstaðarhluta jafnframt að einhverju leyti haft hliðsjón af jarðbundnum vopnabútum og snifsum. Með öðrum orðum efni sem komið hefur upp í fornleifauppgrefti og fellur þá heimildaflokk fornleifar. Ég held þó að það megi segja að fornleifar sé að miklu leyti óplægur akur og lítið notar heimildaflokku við rannsóknir á sögu íslenska vefstaðarins. Að þessu sögðu má rýna aðeins nánar í þann flokk heimilda. Til áherslu mun ég birta á skjánum glefsu og fyrrnefndum Kristi Kristjáns Eldhards um íslenska vefstaðinn sem birtist í ritinu 100 ári Þjóðminjasafni árið 1962. Kristján segir í upphafi pistilsins: Sá sem grefir í rústir þar sem hafa verið byggð ból fyrr á öldum mun hér og hvar rekast á hnefastóra vatnsnúna hnullunga með hólum og götum. Og þetta eru kljásteinar sem piltir voru notaðir til að sprengja uppstöðun í gamla íslenska vefstaðnum. Og ég vil endilega þakka Mjölsnæstundu fornleifafræðingi kærlega fyrir að hafa brugðið svona skjótt og vel við fyrirspurn frá mér kljásteinufundi og leyfa mér að greina frá svari. En fyrirspurnin hljóðaði á þá leið hvort gerð hafi verið heildarúttekt á einum eða öðrum tíma á fundi kljásteina hérlendis, heildarúttekt, fundarstöðum eða staðsetningu innan leitarsvæða. Mjölsvaði á þá leið að hún myndi ekki til að slík samantekt hafi verið gerð. Hún benti mér jafnframt á rannsóknarskýrslur þar sem framkom upplýsingar kljásteinafundi. Með hliðsjón af þeim upplýsingur sem Mjöll sendi mér er óhætt að segja að heildarúttekt á kljásteinafundi sé tímabært. Gaman verið að tengja það við rannsóknir á vefstaðnum. Nú mála ljúka þessu erindi. Ég ætla enn að vitna í margum grein Kristjáns Eldhards í ritinu 100 ári Þjóðminjasafni, en hann lýkur þeirri grein með vísu sem að segir sér að Þorvald Jakobsson hafa skrifað upp eftir Ólöfu Guðmundsdóttur sem uppalinn var í Hergilsey. Í vísinu koma fram heit á einstökum hlutum vefstað og svona: Rifur hleina skil fjörsköft, skeið, miðmarhæll, þollar tveir, spjálk, steinar og hælar, höft, haldvindur og svo ekki meir. Takk fyrir áhengina. Eru nokkra spurningar? Gjörðu svo vel. Er ekkert myndir sem 1963 á þessari sýningu? Hvað segir Lilja? Hvað segir þið þessu? Þessi bók er til sem heitir 100 ára Þjóðminjasafni, það var ekki sérstök sýning. Það var bara bók 100 lífi valda frá 100 ára ferli safnsins. Og þar allir myndir af öllum hlutunum. Það er einhvers staðar myndir fylgjaða af þeim þar sem það voru að vinna í þessum. Já, það er til. Það er til. Það var eiginlega það sama sem ég ætlaði að segja, Karla heit ég og vann í Þjóðminjasafninu á þessum tíma og tók þátt í að svona þessa kljásteinarleik á sínum tíma funda þá upp og þá voru tekna myndir og Marta Hoffmann var stödd á þeim tíma í og hann var bara settur upp eins og þú segir sem partur af heildarsýningu í safninu og það eru til myndir í Þjóðminjasafninu á slætum minnstafasti af uppsetningunni. Það er efni sem að má birta þessi rannsókn. Það eru ungar að skrifa á bólum í og það er karlveiti handláka. Það er fyrir. Við verðum að halda áfram hér. Hrefna Róbersdóttir. Hún lauk doktorspróf í sagnfræði frá Lund í Svíþjóð árið 2008 og ritgerðin hennar heitir Woolland Society og fjallar ullarvinnslu á Íslandi á 18. öld og hagræna hugsun á Íslandi og Danmörku. Hrefna starfa sem sviðsstjóri á Þjóðskjalasafni Íslands og var áður sviðsstjóri hér á Þjóðminjasafninu árin 2002-2007. En í rannsóknarleyfi sem stendur við að rannsaka byggðamenningu við Norður-Atlantshaf á 17. og 18. öld.
og Hrefna ætlar að segja okkur frá ullarverksmiðjum innréttingana í Reykjavík miðja 18. öld. Komið sæl. Ég ætla að fjalla hérna ullarverksmiðjur innréttingana og fleiri heimilisverksmiðjur á þessum sem spruttu upp hér í framhaldi af þeim. Margir hafa líklega heyrt innréttingarnar svokölluðu nefndarinnar í einu eða öðru samhengi. Fyrst í skóla líklega eða einhver staðar, annar staðar, en oft tengjast þær ekki 18. öldinni strax í hugamanna. Leiðar mann kannski helst hugan að einhvers konar húsbúnaði. Því það erfitt að staðsetja þetta innréttingahugtak að óreyndu. En ef aftur á móti 18. öldin kemur upp í hugan, það gjarnan ullarvinnsla og verknaður sem starfað við. Einnig Skúli Magnússon landtókildi og starf hans að þeim málum og baráttan við kaupmenn einokunarverslunarinnar. En þegar rýnt nánar í 18. öldina kemur ljós að meginhugmynd innréttinganna snýst allsherjarviðreisn á atvinnulífi og landsögum á Íslandi og ullarvinnslu þar á meðal, en líka margt annað. Ég ætla hérna í nokkrum orðum að varpa ljós á hvað fólst í þessari áætlun allsherjarviðreisn og hvað einkenndi starfsemi innréttinganna, en þó með sérstakri áherslu á ullarvinnuna. Hið eina sem enn lifir af byggingum í miðbæ Reykjavíkur og sem tengist innréttingunum Aðalstræti 10. Hús sem var byggt fyrir bókhaldara innréttinganna og garðgeymsla árið 1762. Þetta hús hýsti síðar Sigla Valdabúðin í Aðalstræti og ýmsa bari og veitingahús. Myndin hérna á að sýna Reykjavík árið 1786, en hún varveitt í minjasafni Reykjavíkur og máluð á Jóni Helgasyni biskupi. Hérna sést verksmiðjuþorpið í Reykjavík og horft til norðurs að Esjunni. Hvíta húsið í fjarska tukthúsið þar sem nú stjórnarráðið og Hafnarstrætið í fjöruborðinu. Skúli Magnússon landtókildi var sá sem skrifaði þessa viðreisnaráætlun allsherjarviðreisn Íslands árið 1751 og sendi til konungs síns Friðriks V. Þessi atvinnustarfsemi var til þess að byggð hófst við Aðalstræti og stígurinn niður að sjó frá gamla Reykjavíkurbænum, þar sem nú Helgastalinn og Hjálpræðisherinn, breyttist í götu. Skúli Magnússon var skipað landtókildi fyrstur Íslendinga árið 1749 og gegndi því embætti í 44 ár. Hann var jafnframt framkvæmdastjóri hins íslenska hlutafélags sem rak innréttingarnar framan á árum og var því áberandi í öllu því sem viðkom landsögum og atvinnu á síðari hluta 18. aldar. En það stóð stór hópur á baki honum í innréttingunum þó að hann sem persóna hafi löngum verið tengdur við starfsemi þeirra og hann hafi átt drjúgan þátt í upphafi við skipulagningu starfseminnar og auk þess að vera framkvæmdastjóri árabil. Hérna myndin þrívídda teikning sem hefur verið gerð eftir fyrstu kaupstaðarútmælingu Reykjavíkur árið 1787 og þar eru flestar byggingarnar tengdar starfsemi innréttinganna á einn eða annan veg. Skúli Magnússon deildi þeirri sýn með öðrum embættismönnum 18. aldar að landbúnaður væri sjálfsagður grundvöllur atvinnulífs sem allt frekar allt að byggjast á til að efla landsvægi, þar að segja aðlögun að landbúskapnum. Önnur starfsemi þreifst og gat starfa með undanþágum og sérréttindum frá sveitarsamfélaginu. Innréttingarnar fengu nokkur slík sérleyfi eins og líka verslunarfélagið hafði sérleyfi til verslunar á Íslandi. Það var einokunarverslun í landinu og hafði verið það frá upphafi 17. aldar. Þetta sjónarhorn á landsvægi rímar við það sem var greina í Danmörku á sama tíma. Enginn sá fyrir sér aðra grundvallar uppbyggingu samfélagsins en þá sem byggði á sveitabúskap sem kjarna samfélagsins, bæði efnahagslega, félagslega og menningarlega. Og íslenskir embættismenn þeir voru vel lestir í dönskum ritum og þekktu þær hugmyndir sem menn hefðu þar í landi eflingu landshaga með því að byggja upp handiðnaðinn. Hann átti að verða til þess að styrkja innviði gamla samfélagsins en ekki endilega breyta þeim. Það átti að nýta landið, síðan að vinna úr auðlöndum þess með nauðsynlegum verksmiðjum og verkstæðum og að lokum að njóta áhættunum með aukinni verslun.
Akuryrkja var eitt af fyrsta sem lögð var áherslu á í viðreisnaráætlun innréttinganna. Það komu 14 bændafjölskyldur frá Danmörku og Noregi með vorskipum árið 1752 og settu stað víða land til að kenna landsmönnum Akuryrkju og jarðrækt. Þeir bjuggu flestir á heimilum eða jörðum hluthafa í hinu íslenska hlutafélagi, sem voru 15 embættismenn landsins. Og alls voru þetta 50 mann sem komu að fjölskyldum þeirra meðtöldum. Jarðrækt var líka reynd, krydd, kartöflur og annað grænmeti var ræktað. En einnig var reynt að sá fyrir tóbaki, svo nokkuð sé nefnt. Og enn eru til kúmenplöntur í Viðey í nágrenni Viðeyjarstofu sem að ræktar eru til ræktunartilrauna í Viðey á þessum tíma. Og eins og augljóst þá gekk tóbaksrækturinn ekki þar. En barntré þau voru líka flutt inn á vegum innréttinganna, en ég veit ekki til þess að það hefur verið kannað hvernig þeim reyndi af. En þessi þættir tengjast allir landbúnaðinum og það átti að taka upp meiri ræktun samhliða húsdýrahaldinu sem víðast landið. En sauðfjárbúskapur og fiskveiðar voru eftir sem áður uppistaðan í búskap landsmanna á þessum tíma. Vaðmálsverðnaði til útflutnings hafði að mestu verið hægt þegar þarna var komið sögu, en landsmenn fluttu úr tónunga prjónleysi. Með stofnun innréttingaverksmiðjanna átti að beina landsmennum frá prjónaskap yfir í sérhæfðan garnspuna sem gæfi af sér arðmeiri vöru og sem nýta mætti til verksmiðsspuna bæði hérlendis og erlendis. Þegar best lét var garnspunnið í sveitum á hálfu landinu fyrir innréttingaverksmiðjurnar í Reykjavík. Verður það að teljast nokkuð góður árangur. Á síðasta fjórðungi aldarinnar var síðan farið að stofna litlar heimilisverksmiðjur landið og þær tengdust þeim stóru og benda athugunar til að sums staðar hafi tekist að tengja sveitirnar í kring við þá framleiðslu. Garnútflutningur jókst einnig til muna á síðasta fjórðungi 18. aldarinnar eftir að framleiðsla innréttingaverksmiðjanna sjálfra hafi minnkað nokkuð. Möguleikar til námavinnslu í danska ríkinu voru líka mikið skoðaðar á þessum tíma og voru brennisteinsnámurnar í Krýsuvík og á Húsavík nýttar af innréttingunum. Þessi framleiðsla var öll til útflutnings og tengdist hernaði konungs. Og tilraunir við saltvinnslu á Vestfjörðum voru einnig gerðar og þær stóðu yfir í nokkur ár. Kortið sem hérna sést af Íslandi er afrétt í Kaupmannahöfn með opinberum gögnum upphaf innréttinganna og fjárstuðning konungs við þær. Það er áhugavert að því leyti að á þær eftir allir verslunarstaðir einangona verslunarinnar á Íslandi á þessum tíma 1750, en auk þess konungsjarðirnar í kringum Bessastaði, þar að segja Viðey, Reykjavík, Elliðavatn og Ártún. Og það var greinlegt hvaða staðir það voru sem skipti máli þegar verið var að taka ákvörðun þátttöku konungs í innréttingaævintýrunum. Og hann lagði þessar jarðir til fyrirtækisins. En innréttingaverksmiðjurnar voru tvær, miðlægar stórar verksmiðjur með dönskum og þýskum handverksmönnum sem kenndu Íslendingum handverkið á 7. áratug 18. aldar. Fyrstu 3 árin voru þær starfræktar hjá embættismönnunum á Leirá og á Bessastöðum en voru fluttar til Reykjavíkur á árunum 1754 til 55 þegar búið var að byggja yfir starfsemina. Starfsemin var öflugust fyrsta áratuginn eða fram eftir 1764, en þá var stór brunn í Aðalstræti og starfsemin minnkaði mikið eftir það. En á svipuðum tíma þá fór að koma upp hugmyndir heimilisverksmiðjur landið og átti þær að starfa í tengslu við verksmiðjurnar í Reykjavík, bæði í samband við þjálfun fólks í handverkinu og til eftir meðhöndlunar á framleiðslu þeirra. Þekktust þessara er verksmiðja Ólafs Stephensens á Leirá. Hún hefur líklega verið starfrækt á annan áratug. Byrjaði 1766-7. En það eru til heimildir fleiri heimilisverksmiðjur þannig á 7. áratug 18. aldar en það tengdust á aðalega hluthöfunum. Það kemur ekkert á óvart. Þeir voru efnamestu menn landsins og oft embættismenn. Þeir höfðu 10-20 ára skeið verið í samstarfi við innréttingaverksmiðjurnar í Reykjavík, sent þangað vinnuhjól sín, spunnið fyrir þær garn og fleira slíkt og fengið aðra til að gera slíktið saman. Og þegar hugmyndir kom upp stofnun lítilla heimilisverksmiðja sem störfuðu tengslu við þessar miðlægu verksmiðjur reið Ólafs Stephensen á vaðið, en þann fylgdu nokkrir kjölfarið.
Ýmsar vísbendingar eru einnig til frá 8. áratugnum, ekki síst frá árunum 1780 til 1790, að árangur hafi orðið í stofnun heimilisverksmiðja eða annars konar sérhæfðari vefnaðar eða textílframleiðslu. Heimildir eru þó af afar skornum skammti en vísbendingar að finna hér og þar. Og hér þarf að fara rauninni dýpra í hvert tilvik sem skoða verður. En verðlaunaveitingar frá bæði danska landbúnaðarfélaginu og frá Rentukammerinu í Kaupmannahöfn er til dæmis skýr vitnisburður þessa starfsemi. Einnig hafa athuganir á dánarbúum hluthafaeiningarnar sýnt fram á að þeir hafa einnig átt sérhæfð verðnaðaráhöld af danskri gerð á heimilum sínum sem ekki voru í hvers manns eigu. Alls hef ég fundið vísbendingar yfir 20 staði þar sem heimilisverksmiðjur gætu hafa verið starfræktar víða land, eða í flestum sýslum landsins. Ég minna að þær hafa verið 13 sýslurnar. Og athyglisvert er að fjórir þessara staða má rekja til kvenna. Þetta voru Guðfinna Guðlustóttir í Nesi við Seltjörn og Ragnheiður Einarsdóttir á Reynistað í Skagafirði, Rannveig Ólafsdóttir á Setbergi á Snæfellsnesi og Kristín Eggertsdóttir á Hjaltabakka í Húnavatnssýslu. Og víst er að þær fyrrnefndu tvær voru með danska vefstóla á sínum snærum en hinar seinni tvær þær höfðu fengið verðlaun fyrir annars konar hannyrðir. Dæmi má taka hluthafa einum til að sýna hvernig samspil innlendinganna var við hluthafana landið. Brynjólfur Sigurðsson, sýslumaður í Árnessýslu, var einn af stofnfélögum innlendinganna og var í stjórn áraraðir ásamt Skúla Magnússyni landfógeta, Magnúsi Gíslasyni amtmanni og Þorsteini Magnússyni sýslumanni Rangárvallasýslu. Brynjólfur gerði eins og margir aðrir hluthafar, hann tók að sér að útvega dönskum bónda jörð í nágrenninu þar sem gerðar voru afurkitilraunir. Ræktun var stundum nokkur ára skeið, en áratug síðar hafði henni víðast verið hætt á landinu og þeir hurfu til síns heima. En meiri árangur var það á grænmetisræktuninni heldur en af akuryrkjunni. En fyrirkomulagið sem var lagt með innréttingunum var þannig að þeir sem voru hluthafar gátu sent vinnuhjól sín til verksmiðjanna í Aðalstræti í nokkur ár til þjálfunar. Aðallega var verið að kenna þeim spuna og að spinna margs konar garn. Að þeim tíma loknum kom það fólk heim í sveitirnar aftur og átti að innleiða breytt vinnubrögð á heimavelli og kenna öðrum. Sérhæfðir vefarar og aðrir handverksmenn urðu hins vegar fastir starfsmenn í verksmiðjunum í Reykjavík. Þetta hefur öllum líkindum tekist vel hjá Brynjólfi því heimildir eru til að hann hafi síðan gengið enn lengra og stofnað heimilisverksmiðjur en 2 áratugum síðar. Heimildir eru til fyrir því að heimilisverksmiðja hafi verið starfrækt í Hjálmholti á vegum Brynjóls. Líklega verið stofnuð 1768 og starfrækt í 15 ár, annaðhvort þar eða síðar á Barkastöðum og Hlíðarenda. Feðgarnir Brynjólfur Sigurðsson og síðan sonur hans Einar Brynjólfsson stóðu að henni. Guðrún Bjarnadóttir sagnfræðingur hefur kannað nokkuð sögu heimilisverksmiðja þessara feðga og byggi ég á hennar athugun með þessa menn. Ekki er vita alveg hversu mikið þeir hafa framleitt, en líklega létu þeir lita fyrir sig eitthvað af framleiðslunni í litunarverksmiðju innrætinganna inn við Elliðaár sem var opið öllum. Einnig má sjá í sóknarmantölum að kona sem var vefari hafi verið búsett í Hjálmholti árið 1784. Og það er reyndar áhugavert út af fyrir sig því að það voru nær eingöngu kallar sem urðu útlærðir vefarar í innrætingunum sjálfum eftir að handverkskennsla var tekin upp. Reyndar eru litlar heimildir til nöfn starfsmanna og handverksmanna eftir 1765. En konur hafði hins vegar öll í 900 ára undan séð að vefa vaðmáli fatnað landsmanna, eins og þið vitið. Ég kanna nokkuð ullarútflutning frá Hólmsversluninni við Reykjavík á síðari hluta 18. aldar og svo athugun leiddi í ljós að þar voru aðrar vörur áberandi frá þeim sem í Leirársveitinni en frá þeim sem bjuggu í nágrannahreppum inn í Hvalfirði og Akranesi og þarna í nágranninu. Þar var prjónaskapur algengasta ullarvara til útflutnings en í Leirársveitinni var verið að selja svokallaðar kersur eða hrákersur í verslunina, auk þess að þið gætu hafa verið í samskiptum við innréttingaverksmiðjuna. Einnig má sjá að mun fleiri vefarar og spunakonur eru skráðar í sóknarmantölum í þessara sveit en á öðrum stöðum á síðan 19. aldar.
og þá meina ég við Gullbringu, Kjósarsýslu og Borgarfjörð. Og sérstaklega á það við þegar komið fram yfir 1770. Og einnig voru búsettir þarna nafngreindir handverksmenn á mörgum bæjum sem að öllum líkindum hafa þá verið tengdir verksmiðju Ólafs Stephensen á Leirá. En þetta væri áhugavert að skoða nánar. Þetta Íslandskort sýnir hversu stórt bakland innréttingaverksmiðjanna í Aðalstræti var fyrstu 2 áratugina starfsemi þeirra. Það er framöndir 1770. Sýslurnar sem eru skyggðar með gráu sýna þau svæði þar sem garn var spunnið í sveitum og því meira garn sem liturinn er dekkri. Þannig að Gullbringusýsla, Árnessýsla, Húnavatnssýsla og Skagafjarðarsýsla eru þær sýslur þar sem mest var spunnið. Og það eru vísbendingar að tekist hafa að breyta spunnavinninu að töluverðu leyti. Það er að þeir lærlingar sem fóru til náms í verksmiðjunum í Aðalstræti hafi raunverulega snúið aftur heim og kennt út frá sér hennar nýju aðferðir. Þannig að þó svo ekki hafi starfað meira en 60 til 100 manns hverju sinni í Aðalstrætis verksmiðjunum, það hefði þær augljóslega áhrif á vinnu fólks víða land. Innréttingarnar voru kallaðar mörgum nöfnum, bæði hérlendis og í Danmörku. Innréttingarnar, iðnaðarstofnanirnar eða jafnvel innréttingarskóla fógeta. En í Danmörku voru það hins vegar fremur tengdar kónginum, Friðriki V, en hann var konungur þegar allsherjarviðreisninni var komið af stað og hann lagði mikið fé til þeirra. Innréttingaheitið er því dregið af því danska sem er þá skýring á þessu fremur undarlega heiti á atvinnustarfseminni á íslensku. Á flestum stöðum þar sem fjallað er innréttingarnar er áreitað sem svo að þær hafa stóran hluta til misheppnast, áttu mikla erfiðleika að etja sem á langt mál er upp að telja og verið á stóran fyrir ríkjandi markaðsaðstæður og kannski hafi hugmyndin bara aldrei verið góð. En aðrir nefna þó einnig jákvæðar afleiðingar af starfsemi innréttinganna og það hafi meðal annars verið stofnun Reykjavíkur sem þéttbýlis og að einhver árangur hafi orðið í tengslu við verkþekkingu í ullarvinnu landsmanna. Athuganir mínar á þætti ullarvinnslunnar sérstaklega hafa leitt ekki ákvæðari niðurstöðu en flestir hafa talað fyrir hingað til. En ekki þó endilega þeirri að allt sem innréttingarnar tóku sig fyrir hendur hafi tekist og gengið vel í öllum atriðum. Starfsemin var mjög víðtæk og það er líka munur á hvort verið að tala um áætlunar sem slíka eða hvernig til tókst til lengri tíma litið fram á 19. öldina. En hvort tveggja hefur verið dregið í efa að hafi átt grundvöll í 18. aldar samfélaginu. Nýjungarnar hafi jafnvel verið of snemma á ferðinni og hafi betur átt heim á næstu öld. En eins og áður sagði, það var þetta mjög umfangsmikil og margþætt starfsemi að ræða. Sumt af starfsrækt í nokkur ár, sumt í einhver áratugi, en verknaðarstarfsemin í 50 ár. Og fyrirtækið að starfsemi sem leggst af eftir hálfa öld er kannski ekki endilega misheppnað þótt starfseminni hafi verið hætt síður. Ullarvinnslan hafði að mínu mati töluverð áhrif á verkhætti innanlands þessa áratugi og breytti útflutningsvörum Íslendinga. Að lokum vil ég bara nefna það að kjarni viðreistar hugmynda 18. aldarinnar sem allsherjaráætlun skólafógeta var hluti af og hið íslenska hlutafélag, fyrsta fyrirtækis landsins, framkvæmdi á síðari helmingi í 18. aldar var að auka nýtingu mannauðsins og auka nýtingu náttúruauðlindanna. Eina leiðunum var því að leggja áherslu á frumframleiðslugreinarnar, ræktur og fiskveiðar, efla innlent handverk í mörgum greinum, bæta nýtingu hráefna, auka verðmæti afurða, sækja fiski lengra út á stærri skipum, smíðum innanlands. Framleiða meira vörum sem Íslendingar þörfnuðust heima við, í stað þess að flytja inn, og með þessu öllu að auka færni landsmanna til að nýta auðlindir landsins. Og með starfsemi innréttinganna sameinast þessi markmið í einni leið. Takk fyrir. Eru spurningar til Hrefnu? Þú nefndir Hrafnkelsur, hvað er það? Þetta er ákveðin tegund af vefnaði og það voru þá stránga sem átti eftir að tæma. Hver var spurningin? Hver var spurningin, sagður? Hvað voru Hvað voru hrákersur?
eða kersur, já. Önnur spurning? Ekki. Þá þökkum við Hrefnu fyrir. Kærlega. Næsti fyrirlesari Lilja Árnadóttir hefur starfað við Þjóðminjasafnið frá árinu 1978. Hún virðist nú ekki eldforn svona að sjá, en ég fór að reikna þetta út. Ef það ekki rétt hjá mér, Lilja, þú sért þá sá svo kona sem hefur starfað lengst við Þjóðminjasafnið frá stofnun þess fyrir 150 ára. Svei mér. Lilja safnvörður Munasafns, eins og það heitir núna, en hét áður fagstjóri Munasafns. En hún situr nú tímabundið í rannsóknarstöðu sem kenndi við Kristján Eldjárn og lýkur við rannsókn Elsu Guðjónsson íslensk refilsaumu klæði til þess að koma inn á bók sem stendur til að gera næsta ári. Og Lilja ætlar nú að segja okkur frá þessu verkefni og erindi hennar ber heitið Spor miðalda í íslenskum útsaumi, rannsóknir Elsu Guðjónsson á íslenskum refilsaumi. Gjörðu svo vel, Lilja. Takk fyrir Bryndís að benda gestum á að ég er ekki alveg komin að fótum fram. Langt í frá. Góðir tilheyrendur, það er okkur sérstök ánægja að sjá hérna hvað þessu margir hafa komið. Það er fullt hérna í hvert horn, einstaklega ánægilegt þessum sólríka degi og gott að fyrir allavega mig og okkur sem viljum hér að vita af því vinarfeli sem þið sýnið Þjóðminjasafninu með því að koma hingað í dag og heiðra minningu Elsu. En það er markmið með þessu stuttafyrirlestri að veita innsýn í veröld íslenska refilsaumsins á fyrri öldum sem Elsa helgaði hluta síns ævistarfs. Fyrir 60 árum tók hún að venja komu sínir í Þjóðminjasafnið og vakti Kristján Eldjárn athygli hennar á þessum klæðum sem hann vissi að hefðu sérstöðu í alþjóðlegri listasögu miðalda enda sambærilegur altarisbúnaður kirkna jafnan málverk í löndunum í kringum okkur. Tók hún að afla gagna, skjala og upplýsinga klæðin, bæði þau varðveittu en einnig þau sem getið í fornbréfasafni og í óprentuðum heimildum í Þjóðskjalasafni. Með það efni hélt hún til framhaldsnáms í Washington Háskóla í Seattle í Bandaríkjunum og lauk MA-prófið þaðan árið 1961 og fjallaði lokaritgerð rebla í íslenskum miðalda heimildum. Rannsóknir og áhugi Elsu á íslenskum textílum leiddu til þess að hún var ráðin textílsérfræðingur í Þjóðminjasafni Íslands á fyrri hluta 7. áratugar og vann hér 1963 til 1994 að meira eða minna leyti. Hér sjáum við nú líklega eitt frægasta refilsaumaða klæðið sem ég veit allir hér þekkja en það er komið úr Dómkirkjunni og Hólum. Eftir starfslok hér 1994 satt hún við sinn keip og skapaði sér næði til þess að draga fram helsta hugðarefni sitt í 40 ár íslensku klæðin sem þó höfðu hvílt á henni allan tíman. Mér er minnisstætt þegar ég í hálfgerðri æsku byrjaði að vinna í þessari stofnun hversu áfjáð Elsa var ef hún kom auga á eitthvað sem varðaði íkonografi og táknfræði. Jafnt og þétt aflaði hún heimild og gagna, skrifaði greinar í tímarit bæði íslensk og erlend. Á 10. áratug síðustu aldar tókum við Elsa okkur til og sóttum fyrir hönd safnsins styrk til Rannís til þess að láta gera kolefnisgreiningar á klæðunum sem Elsu hafði dreymt að láta gera ef vera kynni að niðurstöður þeirra gætu stutt eða mælt móti hennar niðurstöðum aldur klæðana þar sem stuðst var við ritaðar heimildir og listfræðilegt samhengi til að tímasetja þau. Í þeim kostnaðarsama verkþætti naut safnið styrkja frá Rannís og samstarfs við Árnýju Sveinbjörnsdóttur og Raunvísindastofnun Háskólans, eðlisfræðideild Ásaháskóla og tandemlaboratórium við Háskólann í Uppsölum, að ógleymdum söfnunum í Danmörku, Frakklandi og Þýskalandi þar sem sum klæðanna eru varðveitt. Í kjölfar þess að Elsa var ráðgjafi við gerð sérsýningar íslenskan myndsaum sem sett var upp hér í safninu árið 2006 og hét með silfurbjarta nál Spor miðalda í íslenskum útsaumi
ákvað Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður að safnið legði Elsu lið við að ljúka skrifum íslensku klæðin sem hafði verið henni ævilangt viðfangsefni. Í safninu þótt lokaáfanginn væri eftir. Markmiðið var að safnið gæfi út verðlegt myndskreytt rit með rannsóknarniðurstöðum Elsu. Kom það í minn hlut að vera henni til aðstoðar allt sem laut af verkinu, svo sem eins og útvegun myndefnis, yfirlestur, en ég hafði haft með höndum verkefnisstjórn aldurs greiningar og kolefnispröfunum. Fljótlega var gengið frá yfirlýsingum milli höfundar og safnsins bókaútgáfu og sumarið 2010 var skrifað undir útgáfusamninginn sjálfan sem kveður á að bókin verði gefin út bæði á íslensku og ensku. Það fór nú svo að ekki tókst alveg að ljúka verkinu áður en Elsa féll frá í desember það sama ár. Allir upphafskaflar og stærstu efniskaflar klæðin voru þá fráfylgengnir með myndalistum, tilvitnunum og yfirlestir af Sigrúnu Árnadóttur. Þá höfðu og allir kaflar verið þýddir á ensku af Önnu Yates, jafnóðum og Elsa lauk þeim. Í desember síðastliðið fékk ég rannsóknarstöðu Kristjáns Eldjárns safnið til að ljúka verkinu, ganga frá þeim köflum sem eftir að fullvinna og koma bókinu út í samvinnu við aðrar stofnanir og með ómetanlegri aðstoð og vinnuframlagi ýmissa vina Elsu sem fylgst höfðu með og lagt henni lið í gegnum tíðina. Það skal fyrst að telja Sigrúnu Árnadóttur sem les allt efnið yfir og lagfærir eftir þörfum. Kristín Bjarnadóttir mun annast gerð orðaskrár, Árný Sveinbjörnsdóttir ritar kafla kolefnisgreiningarnar og starfsmenn safnsins koma að verkinu með einum og öðrum hætti fjölmarga hætti. Ívar Brynjólfsson ljósmyndir hefur þegar tekið myndir sem birta verðum gripum sem að varðveittir eru hér í safninu. Og þá komið að því tilheyrendur góðir að veita einhverja innsýn í Refilsaums heiminn og sína myndir af nokkrum klæðum. En við kemum fyrst aðeins að Refilsaumnum sjálfum. Hvað skyldi Refilsaumur vera? Og ég kvóta hérna eða hef hér eftir texta úr bókateksta Elsu. Refilsaumur saumaður eftir frjálsum munstrum sem dregin eru á grunnefnið. Hann eitt af fleiri afbrigðum af útsaumi sem nefna mætti einu nafni lagðan saum. Einkenni hans í stuttu máli að langir samliggjandi þræðir eru saumaður í dúkið eftir því sem munstri segir til og þeir síðan festir eða niður með mismunandi yfirsporum. Útsaumsgarnið liggur að langmestu leyti á rétthverfinni og sparast í mikið garn, það nú ekki verið gott fyrir vefsmiðjurnar, miðað við aðrar útsaumsgerðir þegar taktir eru stórir fletir bæði ofan á undir dúknum sem saumaðir í. Klæðin eru flest saumuð í tvist, ullar eða hörjafa og ísaumuð ullar eða hörbandi. Og aftur vitna ég til Elsu beint þegar hún segir eða skrifar uppruna á lögðum saumi ekki vitað með vissu. Líkur benda til að hann sé komið frá Austurlöndum. Einhver elstu sýnishorn hans að finna meðan hann var kofta, hinna frumkristnu Egypta og jafnvel fyrr í útsimi hinna fornu skíða frá fyrstu öld fyrir Krist. Hafa norrænar þjóðir sennilega kynnst saumsgerðinni þegar bísanskur vefnaður og útsaumur og gulli og silki tók að berast til norðvestur Evrópu og víkingaöld og þeim fundist hún henta ekki síður í grófgerðan útsaum úr ull og líni. Alls hafa varðist 15 íslensk klæði frá fyrri öldum sem flest ef ekki öll eru unnin fyrir guðshús. Altarsklæðin eru 9 talsins og 5 þeirra í útlöndum söfnum en 4 eru hér í þjóðminjasafninu. Auk altarisbrúnar, borða af altarisvæng frá Hólum, hökur, krossi og andlitsmynd Þorláks Skúlasonar og síðastan tel ég hér upp femsirefinin sjálfan sem blasir hér við sem hangir að stærstu hlutir. Þessi hluti hans sem hangir í þjóðminjasafni í Kaupmannahöfn og þessi hluti 2 eða 277 cm. Styttri bútur til á því einhvern tíma hefur hann verið skiptur eða hann sundur klipptur. Sá hluti hér í safninu til sýnis upp og þið getið skoðað hann þar. Nú, Refvill sem sagt veggjald sem hengt varði að tjaldað innan á veggi bæði híbýla og kirkna. Slík tjöld voru víða en í ritun verður yfirlit staði sem heimildir herma að átta við veggtjöld eða refla.
Þetta er hins vegar svo eini sem varðveist hefur, þessi hérna frá Hvammi í Dölum. Munstrið er saumað með ljósu ullagarði í mjög dökkan ullatvist og refillinn var sendur til Danmörkur á fyrrihluta 19. aldar. Og Elsa kallar, hún skýrir alla kaflana klæðin, svona einkennandi nafni, þessi kafli heitir Kynjadýr frá Hvammi. Altarisklæðin er af tvennum toga. Það er klæði sem í er saumu tiltekinn helgisagða frásögn sem sett er fram í afmörkuðum hringreitum. Frásögnin eða sögunni er skipað svo niður að upphæð er yfir efst til vinstri líkt og á bók og síðan les maður frá vinstri til hægri og sögunni líkur svo í neðsta horni til hægri. Á þessu klæði er sögð Maríu saga Meyjar. Frá fæðingu hennar þar til hún flúði til Egyptalands. Mun þetta eina íslenska myndi sem til er af þeim atburði Nýja testamentisins þegar María og Jósef flúðu til Egyptalands með Jesú. Við jaðran eru skrautbekkir og jurtavagningar og sótti Sigurður Mára sér innblástur í teikningar af munstrum í samfellubekki sína til Maríuklæðisins meðal annars, en uppdrættir af þeim er í einni af hans teiknibókum. Klæðið er alveg heilt og það er tímasett 1427 til 1444. Næst er það altarsklæði frá Grenjaðarstað í Aðaldal. Það er 97 cm á hæð og 1,30 á breidd. Það er líka frásagnarkvæði og skylt Reykjahlíðarklæðinum að mynduppbyggingu og eitthvað út sem varðar. Á því er saga heilags Marteins biskups af Tours sögð, en hann var upp á 4. öld eftir Kristi, honum var Grenjaðarstaðakirkja helguð. Saga af heilugum Marteini er ein elst heilara mannasagna og segir af ævi hans og endalokum. Og vinnsla þessa kafla var nýlokið þegar heilsu Elsu rakaði, en hún var ansi lengi að skrifa hann, enda er saga heilags Marteins mjög flókin. Elsa komst að þeirri niðurstöðu að klæði sér frá lokum 14. aldar eða upphafi þeirra 15. Þetta klæði eignaðist Paul Gemar 1836 og færði með sér til Frakklands og er það til sýnis í miðaldadeild Louvre í París og sómi sér prýðilega innan jafnaldra sína. Heilög þrenning er hér. Þessi myndbygging er oft nefnd náðarstóll. Þetta klæði eru óþekktir í kirkju, þótt sterkar líkur séu til þess að það hefur verið í kirkjunni í Stóradal í Eyjafirði. Þetta er minnst allra klæfana, 91 cm x 82, þannig að það er svona frekar mjótt og það eitt út af fyrir sig er dálítið einkennandi fyrir altarsklæði í íslenskri lítilli torfkirkju. Tilvera þessu uppgötaðist til mjög seint eða upp úr 1950 og þá á Twente-múseum í Enschede í Hollandi. En það var sagt hafa verið keypt úr eigu einkasafnara í Vestfalen í Þýskalandi milli stríða þegar hollenska safnið náði í það. Myndin sýnir Guðföður veita krossfestum frelsaranum skjól og ofan við þvertréð er dúfan. Ofan við þvertréð á miðjum krossarminum er dúfan og hún svona flögrar upp á við. Dúfan er tákn hins heilaga anda, síðan er leturbekkur saumaður út umhverfis myndina og það er texti úr Matteusarguðspjalli. Og ég ætla nú að fara með hann á latínu af því við erum nú hérna í kaþólskum tíma. Venite benedicte patris mei, possidete paratum vobis regnum asconsit a constitutione mundi. Þetta er úr Matteusarguðspjalli. Í þríhyrningunum eru svo einkennistákn Guðspjallamannanna 4 og nöfn þeirra saumuð og leturborða við hvert táknið. Það er á því efsta horni til efra horni til vinstri, þar eru Jóhannes og örninn hjá honum. Gagnstætt honum er svo Matteus og engillinn sem er hans einkennistákn. Í neðra horni til vinstri er Lúkas og nautið og til hægri er það Markus og ljónið. Þessi mynd er tímasett til 16. aldar og hér vildi ég nú bregða upp svona bara til að sýna ykkur hvernig glíma þetta getur verið að finna út hvaða mynd efnið er fengið.
Þessi mynd er úr íslensku teiknibókinni sem nú nýútgefin og höfundur hennar nú hér í salnum og þess vegna þór ég nú lítið að segja þetta. En allavega þá þetta bara svona til að veita innsýn í það hvaða glíma það að finna myndefnið og útgáfa teiknibókarinn þarf ekki að fjölyrða fengin sem að af því að hafa fengið hana fyrir almenning sjónir. En þessi mynd teiknuð af teiknara C sem að Guðbjörg kallar teiknara C í bókinni og hann vann á árunum 1450 til 75 og það allavega samsvörun á móti. Hér kemur svo María situr í hásæti, þetta á Altariskræði frá Stafafelli í Lóni, það 92 cm á hæð og 106 á breidd og var sent til Kaupmannahafnar árið 1820. Á því mynd af Maríu sem gefur Jesú á sig á brjóst. Henni til hægri handar Pétur postuli og Símon á þá vinstri. Báðir halda þeir á bókum en auk þess heldur Pétur á einkennistákni sínu, lyklinum í hægri hönd, en sauginn einkennistákn Símons illgreinanleg. Þarna sem sagt myndefni á ferð, María að gefa síni sínum að drekka sem sjaldgæft í íslenskri listasögu, en kemur þó fyrir í 2 handritum frá miðöldum íslenskum og annar þeirra auðvitað í teiknibókinni AM 673. Þetta á blaði, þetta hefur samtafnið AM 673 A3 kvartó. Þetta svona fyrirmyndarsíða eins og þær í teiknibókinni og á þessari sömu síðu 4 myndir sem notar á sem feilmyndir. Klæðið tímasett til síðari hluta 15. aldar og hangir það til sýnis ásamt hinum 2 klæðunum, Maríusögu og postulaklæðin sem fylgir hér á eftir. Þessi klæði hanga hlið við hlið í þjóðminjasafni Dana. Og þá það postulaklæðið í Kaupmannahöfn. Það var lengi talið hafa verið í kirkjunni á Hrafnagili í Eyjafirði en með því að lesa og grafa sig gaumgæfilega gegnum ritaðar heimildir gat helsa sín fram á og það frá kirkjunni í Miklagarði. Á því stendur þó með svona úrfellingarmerkjum in omnem terram explanatur sonus eorum et infinis orbis terra sem útleggst út alla jörðina farin hljómur þeirra og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar. Og þetta sem sagt frá öðrum fjórðungi 16. aldar, nánar tiltekið 1525 til 1550. Svo vildi ég nú sýna ykkur eitt sem svona svolítið öðruvísi. Þetta andlitsmynd Þorláks biskups Skúlasonar sem uppi var 1597 til 1656. Færast við nú mjög næri tíma og nú ber svo við að undir verða að leiða líkur að myndina hafi saumað Elín Þorláksdóttir Skúlasonar sem lærði hannyrðir. Faðir hennar biskupinn fékk enska saumakonu til þess að segja dóttur sinni til í útsaumskúnstinni. Heimildir herma að önnur slík mynd hafi verið til hér á landi í búi Skúla Fógeta sem hér hefur verið nefndur hana. Sú heilum horfin en slíkar andlitsmyndir tíðkuðust á 17. öld í Englandi. Þessi mynd var send til Danmerkur á 19. öld en vakti ekki áhuga danskra safnmanna sem féllust á að senda hana tilbaka. Hún var fengið hingað til lands á ný og skráð í forngripasafnið af Sigurði Vigfússyni, fornfræðingi og gullsmið árið 1888. Þá hillir undir lokin hér með mynd af Einar Eiríkssaumaða klæðinu hér í safninu sem ekki til sýnis. Það var á sýningunni Silfurbjarti Náð þar sem henni var komið fyrir, yfir og allt umkring og hver veit nema henni verið fundinn staður á nýrri sýningu í Þjóðmenningarhúsinu. Klæðir voru á kirkju að Höfða í Höfðahverfi og það væri hægt að halda sérstakan fyrirlestur en á henni krossfestingamynd. Munnmæla saga fylgir því að það hefði saumað sækona sem kom á færi húskarla í Höfðahverfi sem reru til fiskja. Þess oft getið í skjölum kirkjunar og var það á 19. öld sent til varðveislu í Kaupmannahöfn. Þá þegar höfðu það hlotið mikla viðgerð þannig að myndirnar höfðu verið færðar í heilu lagi á nýjan gulan bakgrunn og þannig var það árið 1930 þegar það kom ásamt fleiri gripum til Íslands og Danmörku. Það var svo árið 1959 að gert var við klæðið á verkstæði Statens Historiska Museum í Stokkólmi. Þá voru myndirnar færðar á nýjan grunn og ákveðið að hann skyldi vera ljósblár en það hérna það sjást hérna svona
krossur undan myndunum, þannig að upphaflega hefur það verið á svona ljósbláu vörefni. Myndirnar eiga sér nokkra samsvaranir í teiknibókinni og engin tök á að gera því skil hér enda efni sérstakar fyrirlestur. Var þetta klæði lengt talið elst íslensku klæðana, sérstaklega út af þessu myndefni, en niðurstaða Elsu að það sé frá fyrri hluta 16. aldar. Þannig að svona þeir sem eru enn eldri hér í safninu og voru uppi á 19. öld, þeir myndu bylta sér nú sjálfsagt í sinni gröf núna þegar þeir komast að því að klæðin eru flest mun yngri en menn vildu vera að láta hér áður fyrr. Ég vona, síðast að það sýna ykkur aðeins svona af innihaldi bókarinn og þetta er bókin, innihald hennar eitthvað með þessu lagi. Eitt af því síðasta sem Elsa gerði bara haustið 2010, það var að hún var að spekulera í titilsíðu bókarinnar og komst að þeirri niðurstöðu að gott væri að hún héti með verkum handana, Kvenna vinna sem sagt, og tilvitnuð þetta tekið innan úr ummælu sem hefðir eftir Ingunni Arnþórsdóttur sem átti heima á Hólum á miðöldum og saumaði að líkindum refilsauminn á Hólavængnum. Þannig að þetta ekki neinn svona tilviljun þessi titill og með undirtitilum Íslensku refilsaumur fyrri alda. Svo þetta fyrsti hluta bókarinn og þá fjallað almennt kirkju og kirkjuklæði, hannyrðir á miðöldum, repla, skráðarheimildir refilsaum, efnin sem notuð voru, sömgerðirnar og fyrirmyndirnar ekki síst, því að þetta er eiginlega allt í senn afskaplega mikið listasaga í þessari bók. Nú síðan er umfjöllun hvert klæði, feril þeirra, það er hvað er vitað hvenær þið sjást í heimildum, hvernig þau ferðust í Kaupmannahafnar eða Frakklands eða eftir atvikum, eða þau ferðust ekki neitt og voru beint í Þjóðminjasafni, hvernig uppdrátturinn af hverju myndin og svo fjallað náttúrulega aldur og það sett í listsögulegt samhengi. Síðan samanburður við erlend klæði, erlenda frægasta klæði sem við vitum með refilsaum náttúrulega bæjurefillinn í Frakklandi. Svo fjallað aldurinn og síðan aftast eru töflur og kort og skrár. Þannig að þetta rit verður hið merkasta. Ég vona því sé einhvers vísari efnið sem ég er svo heppin að fá að takast á við. Það var heilmikill skólaver í Læk á Elsu, mörg sitja á heimilið Elsu og Þórs í Vogatungunni. Ég er þakklátt fyrir að hafa fengið rannsóknarstöðu Kristjáns við safnið í 1 ár til þess að koma niðurstöðum refilsins rannsókna fyrir almenni sjónir. Ég vonast til að birting þess verði öðrum hvatning til þess að takast á við skyld efni sem víða er að finna í söfnum innanlands og utan. Takk. Já, það verður næsta ári. En ég verður að leggja nótt í dag. En út af því. Viljið þið spyrja eitthvað? Já, gerðslega. Þú talaði á frumstöðum erlendir sem var til refilsaumur. Veistu hvað það er? Það er í, sagði ég 5, það er 3. Það er í Þjóðminjasafni í Kaupmannahafni eru 4 klæði. Það er 1 í París í Louvre og 1 í Þýskalandi, í Hollandi, í Ennsete. Meiri spurningar? Það er svo fólkilegt að kynja því að klæði algengt að það sé svona negatív mynd, að myndin sjálf sé betri grunnurinn, sem sé saumaði kring. Það kemur fyrir, sko. Já. Nei, sko, það er saumað með ljósugarni. Já, þetta er nefnilega virkar eða svona eins og negatív. Já, það er eiginlega svolítið að hugsa. Það er Nú ætlum við að taka kaffihlé og byrjum aftur hér stundvíslega klukkan 2:30. En það er boðið upp á kaffisopa hérna fram við myndasalinn, og ykkur er velkomið að skoða líka sýninguna sem er í salnum sem er betur sjá augu ljósmyndir íslenskra kvenna. Lesari er Kristín Bjarnadóttir. Hún er rannsóknarlektor á stofnun Árna Magnússonar í íslensku fræðum og sérsvið hennar þar er orðhlutafræði og máltækni. Og það verkefni hennar sem kannski er þekktast er beygingalýsing íslensks nútímamáls sem er safn ríflega 270.000 beygingadæma.
en hún er einnig félagi í faldafengi, rannsóknarhópi gamla faldbúninginn og sérverkefni hennar þar er að skoða handlínur. Teikna upp mynstrin, finna út úr aðferðum og koma þeim saman. Og konurnar í faldafengi hafa saumað ríflega tvillt handlína, sem flestar eru endurgerðir af handlínu á Þjóðminjasafninu. Og Kristín saumaði sína fyrstu handlínu af 6 árið 2002. Og telst svo til að hver þeirra hafi verið það bil 1 ár í vinnslu. Afrakstur af vinnu faldafengis er hægt að kynna sér í bók Sigrúnar Helgadóttur Faldar og skart sem kom út á síðasta ári. Og erindi Kristínar nefnist Eitt spor og svo annað útsaumar handlínur. Svo vel. Góðan daginn, eins og Lýdís sagði, þá ætlum ég að segja ykkur frá smávegis af vegferðinni í handlínunum sem ég ætla að segja ykkur aðeins af vegferðinni í handlínunum sem byrjaði sem smá verkefni, mér datt í hug að sauma svolítið og það var fyrir 12 árum og ég er enn af og þetta verður síðan skemmtilega. Og ég þakka Þjóðminjasafninu fyrir að fá að vera hérna. Elsa er þáttur af þessari sögu minni í handlínunum og það er mér sérstakur heiður að fá að vera hérna þegar að vera hér hana. Ég ætla að, já, eins og því poti í rétt á tölvu, ég er með 2. Ég ætla að segja ykkur aðeins að merkingum á myndum. Myndirnar mínar eru flestar eða allflestar teknar af mér. Ég er ekki ljósmyndari. Þær eru til skiptis af myndum héðan af handlínum hér á safninu og mínum eigin og ég varð einfaldlega að taka það sem kom best út á mynd. Þannig að þær eru allar merktar á myndunum þar sem stendur Þjóðminjasafn og svo númer og á eftir, það er sem sagt endurgerð og það er það sem ég hef saumað. Hinnar orginal hlutirnir eru bara merktar með sínu númeri og á þessari mynd sjáum við þær 2 saman. Hægra megin er upprunalegi gripurinn og hinum megin er mín og hún er þarna hálf saumuð og það er þessi hér. Það sem ég ætla að gera er að minnast að þessa faldafengi, fara aðeins yfir að til hvers þessi gripur er nú, segja ykkur frá því hvað það áhrif Elsa hafði á það ef ég byrjaði á þessu og svo segja örlítið frá þessum útsaumuðu handlínum á Þjóðminjasafninu, útlit og einkenni og textin, efni, litur og munstur og eitthvað smávegis og sjáum hvort við komumst og síðast þá er það að það er á þessu 4 krossumskerðir og þær eru mjög áhugaverðar vegna þess að þær eru svo mismunandi. Fyrsta atriðið er þá hér, þetta er hluti af faldafenginu sem er gríðarlega skemmtilegur hópur og það eru talsvert margar úr hópnum hér. Þarna erum við sjálfsagt í sparifötunum og þetta er sú mynd sem ég fann þar sem voru flestar handlínur. Þess vegna var þetta hana. Eins og sjáu þá er þetta voðalega gaman, það eru skellihlægjandi. Og handlínurnar á þessari mynd, ég á 3 af þeim, Lilja sem er næst lengst til hægri, hún saumaði sína. Núna eru handlínur faldafengis orðnar miklu fleiri, þannig að ég reyni nú að lána þar þegar við erum allar saman, þá reyni ég að koma mínum á einhvern svo að þær fá líka vera með, en þær eru samsagt að orðnar miklu fleiri núna. Þarna er smá lýsing sem vinnufélagi minn fann úr broti úr minningum Jóns Guðmundssonar landpósts og þarna stendur sem sagt hann er barn í kirkju í Lundareykjadal og er að tala um það hvað hann fannst faldurinn ljótur og handlínurnar fallegar. Sömuleiðis handlínurnar sem kallaðir voru þegar kvenfólkið gekk innar af grátunum til bergingar. Þá hélt hann höndunum saman á brjóstinu og var handlínan breidd yfir þær svo þær sáust ekki. Voru handlínurnar úr silki, gult, bleikt, ljósrautt, hvítt með allavega bergjum, voru sumar dásamlega fallegar. Hann er fæddur 1859, þannig að þetta gæti hafa verið 1870 sem hann þessi kirkjuganga sem hann er að minnast þarna. Þetta handlínur úr silki, það er ekki það sem ég hef ekkert skoðað þær, ég veit lítið þær, en tilgangurinn er sá sami.
og það örlítið til að lýsingum það til hvers þær voru og það þetta til þessi fræga mynd af Málfríði þar sem hún sem allir þekkja, Málfríður í fatbúningi með hendur í kjöltu með handlínuna yfir hendurnar. Þannig að þetta mun hafi verið tilgangurinn. Þetta var ekki eitthvað sem maður voru kannski að dinglast með á hverjum degi, sem líka eins gott því að maður vill helst ekki þetta óhringist mikið. Það sem var til þess að ég fór að sauma þetta var það að ég var í fatafengi, ég var búin að sauma mér fatbúning sem var afskaplega skemmtilegt. Ég var mjög leið þegar ég kláraði samfelluna, það var svo gaman. Ég var 1,5 ára á saumana og ég þurfti að finna mér eitthvað annað að gera á kvöldin. Vegna sem maður getur ekki setið með törmuna í fanginu og skipt upp orðum á kvöldin. Þannig að ég komst í grein Elsu Guðjónsson í Hug og Hand 1986. Þar aldeilis dásamleg grein handlínu Hólmfríðar Pálsdóttur sem var dóttir Páls Vídalíns og Þorbjörgar Magnúsdóttur og það ábyggilega margir hér sem vita allt Þorbjörgu. Það hún sem á klæðið sem á Victoria og Albert-safninu í London. Þessi handlína sem sagt hér á safninu. Mín eftirgerð af henni hangir hérna framan á. Myndin hér af eftirgerðinni og það grein Elsu nægilega nákvæm, auðvitað, þegar þannig var Elsa, til þess að maður getur bara að sauma eftir henni. Hún kennir manni að sauma sporið sem var ekkert alveg einfalt, maður kann ruglast alveg sæmilega vel samt þó að maður væri með þessar góðu leiðbeiningar, vegna þess að eins og Elsa segir, það mjög mikið atriði að handlínan sé jafnvæg á bæði borð. Hún á sveiflast dálítið til, hún verður að vera eins fín á röngunni og á réttunni. Réttan þarna hægra megin, þar sést þetta montenegríska krosslandsspor sem líkist íslenska fléttusönnum mjög mikið, en það lóðrétt spor inn á milli og þau þannig unnin á röngunni verður þetta eins og það sem maður kallar venjulegur krossunur. Það snýr að vísu ekki eins í honum í hverju röð, það ýmist frá vinstri til hægri og hægri til vinstri. Vegna þess að íslenski fléttusaumurinn auðvitað saumaður þannig að hann saumaður ekki frá og tilbaka, heldur heil röð í einu og svo aftur tilbaka í næstu röð. Og þannig þetta gert. Elsa sagði mér, ég sem sagt kynntist Elsu þegar ég var að vinna við endurskoðun á íslenskri orðabók og þorði nú ekki að segja henni frá þessum handlínaævintýri mínu alveg strax. En svo verði ég í bugan og hún tók því afskaplega vel og hjálpaði mér og sagði mér margt. Og meðal hans það að litirnir þarna, þetta silki, guli liturinn, það mjög sennilegt að hann hafi verið rauður. En ég ákvað að reyna bara að fara eins nálægt handlínu í safninu og ég komst. Og það þetta alltaf spurning hvað á maður að gera þegar maður endurgera grip. Á maður að reyna að komast nálægt honum eins og hann núna eða á maður að reyna að ímynda sig hvernig hann var. Og ég hef enga þekkingu til þess að finna út úr því hvernig svona litur getur hafi verið fyrir 300 árum. Eða ekki alveg, já næstum því 300 árum. Þannig að mín bara svolítið með þessum gulleita, svolítið föla lit. Þarna mynda af handlínunni minni allri, ég var ekki með neina mynda af upprunalega gripnum. Þetta sem sagt hluturinn sem lagður hérna framan á púltinu. Það á henni dúskar til þess að festa hana við beltið. Það reynist að reynda svolítið illa, ég svolítið gjörn á það að missa það út alltaf, ég festi ekki dúskinu og verði við beltið sem frekar slæmt því að maður vil ekki láta þetta skipna út. En þetta eins nálægt og ég gat komist. Vandamálið auðvitað, maður fær aldrei nákvæmlega eins hör og maður fær heldur ekki nákvæmlega eins silki. Og svo maður bara ekkert eins flinkur eins og þær voru hérna einu sinni. Svo þarf ég rafmagnsljós og stækkunargleisan stækkar minnst okkast í 3 svar. Þannig ég skil ekki hvernig það fór að þessu. Nú á Þjóðminjasafninu það byrð 22 útsonaðar handlínur held ég, þær voru 21 þegar ég var að skoða þetta, þær með ýmsu móti. Það einstaka útsonaðar handlínur á öðrum söfnum. Ég hef séð eina á Byggðasafni Dalamanna, hún mjög lík 2 handlínur sem hér á safninu. Í Þjóðminjasafninu í Kaupmannahöfn ein afskaplega falleg Hvítsvanshandlína. Hún þar á fastasýningunni og ég hef skoðað henni gegnum glerið og langar mjög mikið eignast fína mynd af henni. Aldurinn á þeim frá því 1600 og fram á 19. öld og myndefnið afskaplega kristilegt og táknin líka vegna þess að það þetta notkunin var
samsagt við kirkjulegar athafnir, sérstaklega altarisgangur. Hér texti af einni handlínunni, það vill þannig til að þetta eini textin sem ég hef rakið og ég gerði það nú ekkert sjálf. Þórunn Sigurðardóttir gerði það fyrir mig og fann hvaðan þessi texti kom. Hann sem sagt úr sálmi sem Páll Vídalín þýddi og það skemmtilegt að það var dóttir Páls sem saumaði fyrstu handlínuna sem ég fór að skoða og þetta sálmur úr Grallaranum, þýðing sem sagt á sálmi eftir heilagan Bernhard. Og þetta fann Þórunn fyrir mig og ég var ekki beinlínis að fara að rekja textana. Það sem var til þess að ég gerði það var þessi gripur hér. Þar sá ég einhvers staðar að það var einhverju sem hafði dottið í hug að þetta væri lína úr Passíusálmanum. Skýringin svo að það þarna hægra megin, það stendur HP. Hélt einhver. Þetta HF. Það önnur handlína með sama textanum og þetta stytting á í hjarta fest. Það var bara ekki pláss. Það svolítið erfitt að reikna út hvað stafirnir verða margir þegar maður ætlar að sauma svona í hring. Þannig að það bara stytt og þá var það allt í einu orðið af einhverju úr Passíusálmanum. Af því Hallgrímur Pétursson náttúrulega þekktastur fyrir Passíusálmanum. En það er fljótlegt að leita því að þetta ekki Passíusálmanum. Maður ekki að googla Passíusálmanum. Það fann maður ekki þennan texta. Nú, hvítu útsaumurinn sem ég ætla ekki tala mikið það eru þarna þessar megingerðir sem mér sýnist vera það sprák sem mjög vel lýst í bók Elsu íslenskan útsaum. Og það sem sagt saumað svona í net. Þetta þekki maður á myndum mjög oft á 19. öldinni, það var gjarnan á svona stórblöngum og örmum, eitthvað svona sem leit svolítið svona út. Það var sennilega ekki verið alveg einstaklega vinna og þessu. Sprákið á tveimur tegundum, það raksprák og ritsprák og þessi orð lærði ég auðvitað af Elsu. Raksprákið unnið þannig að það dregið úr hör, þræðin dregnaði úr og svo varpaður grunnurinn og svo munstrið saumaði í, eins og þarna á þessari mynd. Táknin eru auðvitað kristileg, það þarna það sem má skilja sem vínvið þarna í bekknum og svolítil þarna krossmörk og hjartardýrin eru Kriststákn. Þannig að alltaf séð maður það aftur og aftur við að skoða myndefnið, þetta kristilegt. Netið saumað, það tekur eilífð, maður lengi að klippa og Guð hjálpi manni ef maður klippir vitlaust fráð. Þá reyndar lærir maður svolítið maður svindlar og þræðir hann bara í aftur. Það er ekki gaman, ég hef sagt þurft að gera. Raksprákið í verunni eins, það saumað í net en það hnýtt net. Og það eru til slíkir gripir líka hér á safninu, meira að segja einn sem með misklippu silkisprangi, en það sennilega ekki handlína, þannig ég hef ekki skoðað það mikið. Þetta ógeðslega skemmtilegt að sauma þetta, það tekur dálítinn tíma en svo margt af hinu líka. Þessi handlína þarna saumum með bómullihör og það ekki alveg rétt. Svo saumaði ég aðra seinna og þá notaði ég hör eins og maður á að gera, en maður alltaf að læra þetta. Þarna sem sagt rakspráks handlína sem hérna á fastasýningunni uppi, hún hangir þar á Samfelli Valgerðar Jónsdóttur, hérna uppi í skáp. Og þetta önnur gerð, sem sagt kristilegur texti í hringinn, það þannig bæn, og nafnið á konunni sem átti þetta einst. Annars þær venjulega ekkert mjög merktir, frekar en aðrir hvernig hlutir. Samt voru þetta hlutir sem það notuðu og fangamarkið þá stundum á þeim. Ég endurgerði þessa og skipti texta því að ég kannski ekki alveg nógu kristileg og tók nú samt texta úr Paradísarmissi Viktórs sem þá mest og kosti betri skáldskapur. En eins og alltaf þá verður eftirgerðin aldrei eins og það vegna þess að hörin ekki eins. Þéttleikinn annar og það verða stærðirnar annar, þannig að maður þarf alltaf að aðlega munsturinn svolítið. Þarna sem sagt mynd af ritspranginu, þetta kemur út eins og bútasaumur og eru saumaðir inn í þessar tekníkar. Svo það hér mynd sem erfitt að sjá, þetta það sem að kalla nunnusaumur í sarpi en samt með spurningamerki reyndar afbrigði á sprangi sem hægt að finna í 19. aldar handafnibókum og þetta hafa verið saumaðir álfkonu. Ég held að séu 4 mjög svipaðar handlínur með þessu móti og þær eru merkilega líka fyrir það sakir, þannig engin stafir, engin texti, engin skreyting
bara þessi ferningar. Þær eru mjög látlausar og gríðarlega fallegar, finnst mér núna þegar ég er búin að vera basli í þessi 12 ár og næsta handlína sem ég ætla að sauma á að vera svona. Maður fór auðvitað í næsta skreiti fyrst. Nú miðsliti útsaumurinn er líka af ýmsu tagi, þessar 4 gerðir af krossaumur sem ég nefndi, montenegrísku krossaumur sem er það sem Elsa skrifaði í greininni handlínu Hólmfríðar, sem er sem sagt þessi á að þykjast vera eins og hún. Ferningsspori sem ég veit ekki hvað heitir en ég kalla það ferningsspor, sýningu mynda því á eftir, það er nefnilega bakliðin, þetta er aldrei merkileg. Tvíhliða ítalsku krossaumur sem er líka kallaður örvarotskrosssaumur á ensku sem ég fann líka í bók og svo fléttusaumurinn, það sem var kallað þegar ég var lítil var það kallaður íslenski krossaumur. Innanum er svo hólpinsaumur og svo flatsaumur bæði eftir þræði og frjáls og svo eru ýmsar aðrar saumagerðir sem bregður fyrir. Hér er nærmynd af frumgerðinni sem sagt sjálfri handlínu Hólmfríðar. Þarna sjáum við hvernig þessi svartfjalla krossaumur eða montenegríski krossaumur kemur út. Ég vona að þið sjáu myndina vel. Silkið er dásamlega skemmtilega yrjað eða sprengt. Litirnir eru mjög fallegir. Þetta er nokkuð 17 þræðir á sentimetra. Og hörun sé ég fékk nokkuð nálægt í. Þetta er ansi smátt. Ég hélt að það væri ekki hægt að sauma smærra þannig ég prófaði næstu á eftir. En gripurinn er dásamlega fallegur og saga Hólmfríðar er líka ævintýri út af sig. Hér er svo næsta saumagerð, þetta er það sem ég kalla ferningskrossauminn. Á réttunni lítur hann út svona nokkuð neginn bara eins og venjulegu krossaumur. Hér er réttan á rangan og þarna vinstra megin sjáum við rönguna, þar eru þessi ferningar. Þetta er á ensku kallað marking cross stitch og mun hafa verið notað til þess að merkja þvott. Ég var nokkuð lengi að finna út úr í hvernig átt að sauma það og það sem vafðist fyrir mér var hvernig í fjárhælum að maður að ganga frá spottanum þegar rangan er eins og hann er þarna vinstra megin. Það er ekki pláss fyrir endana. Nú, niðurstaðan verður auðvitað, maður treður þeim á réttuna. Það er eina leiðin, réttan er miklu þéttar. Hér er svo örvarotskrosssaumurinn, þessi handlína er kannski kalífsklútur, hún er minni en hinnar. Saumur með ull, hitt er yfirleitt silki, þetta mislita. Það er texti allan hringinn, hún er svo vel saumuð að ég var búin að horfa á myndirnar vel og lengi fyrir ég áttaði með því ég gat alls ekki lesið textan. Og ég er ekkert góð í neinum svona lestri og skrift eða neinum svo les, ég fæst aðalega við nútímamál og það er bara tölvutakt. Engi vant að lesa þestafagerðir. Skýringin var að handlínan er földuð upp á réttuna og ég var að reyna að basla við að lesa rönguna. Allir stafnir voru sem sagt á haus. Svo kemur hér síðasta gerðin sem ég ætla að segja ykkur frá. Þetta er bara venjulegur íslensku fléttusaumur. Þetta er sú handlína sem ég hélt lengi vel að ég geti aldrei saumað. Þetta eru yfir 20 þræðir, 21 til 24 þræðir á sentimetra. Ég eignaðist nýtt stækkunargler og tók það til við það aftur. Það stakk af 5 sinnum. Hvernig það fór að þessu stækkunarglerslausist það skil ég alls ekki. En á réttinni þetta lítur út eins og íslensku krossaumur, það er hólpinsaumur í kring. Það er sérstakt við þetta að til þess að ná skálínunum þá eru sporin bara hálf í öllum skálínum. Á röngunni þetta bara eins og venjulegur krossaumur, bara frekar ljótt. Og maður lætur sig bara hafa það svoleiðis. Fyrsta upprunalegi gripurinn var þannig. Þetta er sennilega eina af elstu handlínunum í safninu og sögð vera í sarpi vera frá 1600 til 1650. Það er mér algjörlega óskiljanlegt hvernig nokkur maður gat saumað þetta. Það hljóta hafa haft alveg ótrúlega góða sjón. Nú, þá ætla ég bara að þakka fyrir mig. Ég ætla að setja glærurnar á vefinn á Árnastofnun eða vil ég skoða myndirnar meira. Sem þetta á síðuna mína eða fara á starfsmannasíðuna og ætla ég að setja tengil svo þau getur skoða myndirnar. Það verða örlítið fleiri myndir þar líka. Svo vil ég sérstaklega þakka Þjóðminjasafninu fyrir að hafa hleypt mér í allar handlínurnar. Þakka Margréti Gísladóttur sérstaklega fyrir handleiðsluna og Margrét og Lilju Árnadóttur fyrir að hafa hleypa mér í skápinn og sambandið og skemmtilegt spjall og allt mögulegt í gegnum árin. Nú auðvitað félagar mínar í Fattafengi, við skemmtum okkur stórkostlega yfir þessu öllu og ég vona að við höldum áfram lengi enn. Og
og þarna slóð eða sem sagt netfangi mitt neðst ef þið viljið vera í sambandi. Það heimildalisti og myndalisti á glærunum sem ég setja við. Takk. Maður missir bara málið, þetta svo stórkostlegt, það ekkert engu hitt að bæta. Eða viljið þið spyrja Kristínu? Gjörðu vel. Hvernig er þetta notað við kirkjusókn? Það lögðu þetta yfir hendurnar á sér þegar það gengur til altaris. Svo festir maður þetta bara í beltið. Og það það sem ég gengur vel illa við. Ég vil missa hana svo út beltið. En það sem sagt sögurnar að segja að þær hafi lagt þetta yfir hendurnar á sig þegar það gengur til altaris. Það var líka sögur af því að börn hafi verið lögð í þær þegar þau voru skírð. Það voru auðvitað ekki til skírnarkjóla fyrir hún tiltölulega seint. Ýmsar aðrar sögur eru til. Voru þetta ólofaðar konur eða Allar konur. Handlínur voru alls konar. Það eru silkihandlínurnar eru til mjög margar á safnunum þannig að það nú ekki víst að þær hafa allar verið alveg svona skrautlegar. Það eru auðvitað alltaf meiri líkur á því að hlutir lenda á Þjóðminjasafninu ef þeir þykja sérstaklega skrautlegir. Rétt eins og orðabókamenn þeir orðtaka orðin sem þeim finnst merkilega, en ekki þessi venjulegu. Já, ég hef heyrt það víða og eignaðist fyrir nokkrum árum þegar ég var á málfræðiráðstefnu. Það var kona þar frá Serbíu sem gaf mér bók einmitt svona. Þetta var dálítið erfið spurning. Blúndan á greipunum hér í safninu handgerð, knipluð og mjög falleg. Blúndan á þessari handlínu minni sem ég hef með hér kínversk og þetta svona 5 blúnda. Ég var nefnilega ekki búin að læra að knipla þegar ég var aðsögum það stendur til. Ég hef búin að læra pínlítið að knipla og ég ætla að skipta út blúndunni seinna. Það einhvers konar úrdrag. Já. Ég hugsa að nafna mín hérna sem með næsta erindi getur sagt okkur allt það hvað það heitir. Já. Já, einmitt. Það dregið úr og svo vafið. Dregið úr og svo vafið aftur. Þetta kallað needle weaving á ensku. Ég hugsa að ég man ekki hvað þetta heitir, en nafna mín veit þetta alveg örugglega. Þetta verður erfitt fyrir næsta fyrirlesara. Það standa sig hér. Kristín Schmidhauser Jónsdóttir, sem textílkennari. Hún útskrifaðist frá Kennaraskóla Íslands árið 1959 sem textílkennari með réttindi til að kenna hannyrðir á öllum skólastigum. Og ævistarf Kristínar var að kenna hannyrðir og vinna textíllistsköpun. Hún hefur sýnt textílverk á einkasýningum og samsýningum bæði hér heim og erlendis. Og Kristín hefur sérhæft sig í gömlu vinnubrögum, tóvinnu, prjóni, knippli og útsaumi, en allar tengjast þessar greinar þekkingu og listrænu handverki. Og erindi sem Kristín flytur hér byggt á rannsóknarritgerð hennar til MA-prófs í sagnfræði við Háskóla Íslands í febrúar 2014 og heitir Fíngerð fegur í sporum kvenna, útsaumur frá síðari hluta 19. aldar og fram á 20. öld. Gjörðu svo vel, Kristín. Góðir áhrendur. Ég get kannski bara sagt að strax áður hef mitt erindi að þessi söngir sem var spurt hefur verið nefnd raksaumur hjá okkur. Og þetta lærðum við meðal annars í kennaraskóla því ég var þar í textil. Og þetta telst til húlsaum sem líka þekkt. Bara breiða gerð. En
Það mér sérstakur heiður að taka þátt málþingi sem Helga Elsa Guðjónsson, textílfræðingi, rannsóknir hennar og hannyrðum sem hún vann af einlægum áhuga og af vísindalegri nákvæmni og miðlaði til okkar hinna, kveikt á áhuga minn á fræðimennsku. Og erindi sem hér flutt byggt á rannsóknum mínu sem liggja baki ritgerðar eftir meistaraprófsgráðu í sagnfræði við Háskóla Íslands 214. Vorið 1959 útskrifaðist ég frá Kennaraskóla Íslands sem textílkennari og var ævistarf mitt að kenna hannyrðir og vinna að textíllistsköpun. Tilgangur minn með rannsókninni er að nýta þekkingu mína á útsaumi á 20. öld, efni sem lítið hefur verið rannsakað eða skrifað á Íslandi. Ég hafði sett mér það markmið með rannsókninni að bregða ljósi á útsaum í íslenskri menningarsögu frá síðara hluta 19. aldar og fram á 20. öld. Í því felst að greina ríkjandi viðhorf, stefnur og strauma sem leikið hafa þessar hannyrðir og fanga þann sköpunarkraft sem býr í hugtakinu útsaumur með því að skoða fagurfræði, tækni, leikni og ekki síst söguna að baki. Eftir því sem leið á rannsóknina var mér æ ljósara að þráður ritgerðarinnar snerist fíngerða fegurð og gildi þess smágerða. Er þetta eitthvað? Nei, þetta. Já, takk. Það sem hvítur útsaumur var afar áberandi hannyrðum íslenskra kvenna á þeim tíma sem ritgerðin tekur til taldi ég rétt að beina rannsókninni einkum að honum. Við könnun heimilda sá ég að það var brýnt rannsóknarsvið þar sem hugtök og tækniatriði virtust oft óljós. Hér var við þekkingu að ræða sem var að hverfa með minni kynslóð og sem ein íslenskra hannyrða kvenna taldi ég mig bera ábyrgð á að reyna að koma í veg fyrir. Rannsóknin beinist að útsaumsverkum sem mikilvægum frumheimildum, textílum, saumuðum af íslenskum konum og eftir aldamótin 1900. Ég taldi mikilvægt að fá sem besta yfirsýn yfir þessar heimildir sem eru verk af Þjóðminjasafni Íslands, heimilsafninu á Blönduósi, byggðasöfnum, safni í einkaeign og það sem ég átti í mínum fórum. Greina þessar heimildir og velja verk sem sýndu þróun útsaums á tímabili rannsóknar. Einnig spurningaskrár útsaum og þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands sem gefa innsýn í hugarheim og venjur og hugtök á fyrri hluta 20. aldar. Fyrsta útsaumsbókin frá 1886 leiðarvísi til að nema ýmsar kvenlegar hannyrðir og útsaumsbók Elísabetar Valdemarsdóttur frá 1928 voru mikilvægar heimildir við samanburð á hugtökum og útsaumstækni. Einnig skrá Kvennaskólans í Reykjavík kennslu og prófgreinar frá stofnun skólans 1874 til 1974 og námsefni við Kennaraskóla Íslands textíldeild sitt á 7. áratugnum. Í erlendum heimildum má víða sjá að uppruna og tækni hvítsaums megi rekja til endurreisnar og hugtækin renissans og retisella sem merkja endurreisn og klippingasaumur koma oft fyrir án frekari skýringar. Til að rekja sögulega rætur hvítsaums var það fara aftur til endurreisnar tímabilsins á Ítalíu og kanna saumaða klippingar, tækni sem gengur sem þráður í gegnum hvítsauminn sem svo þróast í sjálfstæðar saumgerðir. Gamlir ítalski feneyjakniplingar, retisella og punto in area eru taldir með merkustu textíla hvað varðar listræna sköpun og tæknilega smíð. Á 16. öld þróast þeir út frá ítalska opna útsaumnum punto tagliato og voru saumaðir í úrdregin varpaðan lingrun sem mynda geometrist net eða reti sem kniplingarnir draga nafn af. En stöðugt var óskan eftir opnari mynstrum og fleiri þræðir voru raktir úr efninu þar til saumurinn losar sig við grunnefnið og mynstri verður saumað frítt sem var kallað punto in area eða að sauma í loftinu. Þessar aðferðir eru vel þekktar í hannyrðum íslenskra kvenna. Nægir að benda á hvítsaum sem var rekið til retisella og hefibú sem byggir á aðferð punto in area.
sem voru afar vinsælar útsansgerðir hér á landi og upp úr aldamótum 1900. Prentun mynstubóka hafi mikil áhrif á tískulistiðnaðinn nær alla Evrópu. Einn af leiðandi höfundu mynstugerðar í Feneyjum var Federico Vinciola. Bók hans fyrst kom út 1587 í París og víða vitnað til talið merk heimild sögu knypplinga og sýna þegar tæknileg skil verða á milli knypplingasaums og útsaums. Helstu sérkenni mynstrana eru ferhyrnd form sem voru sömu mynstur sem minna á stjörnur, rósettur, snjókristalla, dýr, tré eða ýmsar fígúrur. Á endurreisnartíma báru franskir og enskir karlmenn stóra ferhyrnda kraga skreytta saumuðum knypplingum og var kröfunum komið fyrir á stétt eða grind til að bera þá uppi. Knypplingar voru stöðutákn og velsæld átti að vera öllum auðsjáanleg. Enda voru knypplingar metnir að verðgildi til jafns við demanta. Með frönsku stjórnarbyltingunni 1789 var bundinn endir á þennan blómstrandi lúxuslistiðnað. Knypplingar voru ekki lengur stöðutákn og listiðnaður sem hafði þjónað duttlungum yfirstéttarinnar nær alla Evrópu sem tákn auðs og valds hrundi svo til fyrirvaralaust. Þó nokkuð langt sé á milli blómaskeiða ítalsks knypplingasaums og hvítsaums sem saumað var í Danmörku 1780 til 1880 ber hvítsaumurinn ýmis sérkenni knypplingasaums. Eftir tæplega 100 ára þróun heiðibók hvítsaums og þegar hann var við það að falla í glatkistuna stigu fram einstaklingar sem trúðu því að bæta mætti gæði iðnaðarframleiðslu ef hugmyndir væru sóttar til gamallrar danskrar alþýðu menningar. Meðal þeirra voru dönsku arkitektarnir Martin Nierop og Anton Rosen sem áttu stóran þátt í að endurvekja heiðibók hvítsaum aldamótin 1900. Það hefur verið sagt að heiðibók hvítsaumur sé eitt allra fínasta sem dönsk alþýðulist hefur skapað. Konurnar hafi skapað fáséða fegurð og mikilfengleg verk vegna alúðar og ástúðar sem þær hafi lagt í verk sín. Danir höfðu áttað sig á að styrkur þeirra lá í fáguðu handverki og komu auga á fegurðan og þokkan sem býr í útsaumnum og var heiðibók hvítsaumur af þjóðlegu menningartákni Dana. Það var á þessum tíma sem íslenskar stúlkur héldu til Danmerkur að læra hannyrðir, listsköpun og tungumál. Í rannsókninni er ekki þróun heiðibók hvítsaums þar sem hann partur af íslenskum útsaumu, hugtökum og tækni. Það gleymdi ég að skipta hér. Líta má Sigurð málara sem okkar endurreisnarmann á sviði listsköpunar og handverks. Líkt og Martin Nierop og hans félagar voru dönsku handverki. Sjónarmið beggja var að bjarga menningararfi, verklæri og listrænni mennt og þjóðlegum hannyrðum frá gleymsku. Sigurður óttast að undirstöðu þætti þjóðlegra listmenningar deyi út ef kvenbúningurinn víki fyrir erlendu tísku áhrifum. Þar með færi aldagömmul snilli handverks formaðra okkar og þjóðleg gildi forvarðum. Sigurður aðlagar faldbúninginn að nýjum smekk sem þó byggir á gamalli gerð, íslenskur handverki og listrænni menningu, en þannig taldi hann hægt að fá konur til að taka búninginn fram yfir erlendan tísku fatnað. Árið 1867 skráði Sigurður í vasabók sína að 42 konur hafi verið með nýja skauti til altaris. En árið 1868 voru íbúar Reykjavíkur innan við 2000. Ég tel svo skjótan árangur sína að Sigurði hafi tekist að bjarga verklegri og listrænni mennt formaðra okkar frá gleymsku, áður en myndast hafi rof á milli þekkingar, tæknilegra færni og þeirra fagurfræði sem býr í útsaumi. Þekking og færni sem konur byggja síðar á þegar þeir fara að sauma út hvítan útsaum. Að læra að bródera í fínt linnen er mér ómögulegt, skrifar Ingibjörg Jónsdóttir í Viðey
18. október 1810 í bréfi sem hún sendi með haustskipinu til bróðursins Gríms Jónssonar síðar amtmanns. Ekki hægt að ráða af heimildinu hvaða söngjar Ingibjörgu langar að brótera í fínt linner, en orðalega bendir til þess að þá hafi nýja menningarstrauma verið farnir að nema hér lands sem gætu gert henni lífið bærilegra. Frá miðri 19. öld og fram á 20. öld hafði ríkt mikil hagsæld hinn vestræna heim sem átti rekja til iðnbyltingar og fjöldaframleiðslu neyslu vara. Hvítur útsaumur komst í tísku á undirfatnað, heimilislín og ýmsa fylgihluti. Tíska sem íslenska konur lét ekki framhjá sig fara og þær sauma út enskan og franskan saum, feneyjasaum, harðangur og klaustusaum, hvítsaum og danska knypplingasaumin hefur. Í rannsókninni lagði ég ríka áherslu á þessar hvítu saumgerðir sem báru með sér andblæ evrópskrar menningar og voru tákn sköpun nútímalegrar ímyndar og fegurðar á veraldlegum sem kirkjulegum textum. Með því að þekkja þessar saumgerðir og geta greint þær með nafni eftir tækni eða saumgerð má segja að komið sér lykill að nánari greiningu á hvítum útsaumi og komast megi hjá óþarfa mistökum. Útsaumur sem þessi speglar íslenska menningararf sem okkur ber að halda til haga og varðveita þekkingu sem nú virðist á undanhaldi. Þessi kringlótti ljósa dúkur talinn vera saumar á tímabili 1906 til 1920. Stórar upphleyptar rósir og fínleg bljóm úr ílöngum vörpuðum götum og smágerðum greinum settum þykkum smáum laufum setja sterkan svip á dúkinn. Nú mun ég bregða upp nokkrum dæmum sem sýna breytileika og þróun á áðurnefndu saumgerðum máli mínu til stuðnings. Enskur og franskur saumur á við útsaum þegar saumað er í sama verkið enskur saumur sem oftast eru kringlótt vörpuð göt og upphleyptur franskur flatsaumur eða jafnvel venjulegur flatsaumur. Í franskur flatsaum eru sporin bein, hornrétt en í venjuleg flatsaum liggja sporin skafall. Fljótt að lit ekki mikill munur á frönskum flatsaum og venjulegum flatsaum en tæknilega eru aðferðirnar nokkuð frábrugðnar. Upp úr aldamótum 1900 var farið að sauma venjulegan flatsaum í stað upphleypts fransk flatsaum ásamt enskum saum. Með flatsaumi verða uppdrættarnir frjálsari, oft gerður á fjölbreyttum formum blóma, blaða og blómtvæninga eins og sjáum á þessum ljósadúk sem var saumur á 1915 til 1920. Þessar undurfallegu servéttur eru dæmigerðar fyrir enskan saum. Mynstrið er gert úr vörpuðum kringlóttum og ílöngum götum, saumaður út í eitt horni sem afmarkað með undirþrættum tungum, saumuð með tunguspori sem ganga inn á grunnaldi sjálft og ramma útsauminn af. Uppdrættir fyrir enskan saum voru oft stílfær blóm, gerðum götum sem var raðað saman, oftast kringlóttum, möndlulega, drópum eða blaðformum sem mynda mynstrið. Feneyjasaumur var upprunalega eftir líking á saumuðum knyppingum sem voru kenndir við Feneyja líkt og nafni bendir til. Feneyjasaumur þótti afar fallegur sem skraut á rúmfatnað og algengt var að sauma út í hvít puntuhandlegg bæði fyrir eldhús og svefnberg við smá dúka í stíl. Harðangur og klaustursaumur er norskur alþýðusaumur. Þegar hann hafði þróast í staðbundna og fastmótaða gerð eins og hann er þekktur í dag, var harðangur saumur tákn fyrir þessa útsendstækni sem náði langt út fyrir Noreg. Nú til dags er harðangur og klaustursaumur almennt saumaður í harðangursjafa eða önnur jafnófin efni sem auðvelt er að telja og draga þræði úr. Á þessu sýnishorni eru sýnd öll stig við útsauminn eins og hann var almennt saumaður miðja síðustu öld, ekki ólíkt mynstru sem enn eru saumið í milliverk og dúka. Danski knypplingasaumur Heiðbú var fyrsta saumgerðin sem var endurvakin aldamótin 1900. Hún þótti áhugaverð vegna frjálslegra mynstra og útsaumstækni. Danir lögðu ríka áherslu á fegurð handverksins og að gera daglega nytjahluti fallega svo þeir verði verðmætt söluvar.
Á þessum púða má sjá helstu sérkenni, mynstrum og tækni Heiðu. Túlípana gerður úr 2 S-laga formum, sitt hvoru megin við perulega miðju ásamt rúmuðu formu blóma, hringja og gata sem nefnd voru hjól, fyllt knypplingasaumi. Púðaborðin skipt upp í 3 bekki með ratsum sem var algengt á gömlum textilum. Ekki þekkt hvaða nöfnum Heiðuböggsöngjarinnar voru nefndar á sínum tíma. Það var ekki fyrr en aldamótin 1900 þegar þær voru greindar í aldursröð að hverri sönggerð var gefið nafn svo hægt var að greina þar út frá aðferðum. Þá fékk ákveðin tækni heiti hvítsaumur til að aðgreina hana frá útsaumi sem einnig var saumað með lykkjuspori. Þessi nafngift hefur oft valdið misskilningi því hvítsaumur var áður samheiti yfir hvítan útsaum þótt aðferðir gætu verið ólíkar. Hvítsaumur saumar í frjálsa áteknaða uppdrætti og stílfærum blómum og blöðum. Hvítsaumsgrunnar ísað með stoppuðum mynstrum sem byggja á lóðréttum og láréttum þráðum efnisins sem hafði áhrif að gerð mynsturs og tækni. Fíngerðir hvítsaumsgrunnar eru rammaðir inn með lykkjuspori, oft saumaðar 2 raðir þétt hvor við aðra sem mynda upphækkaða brún utan blóm, blöð og grunna og gefur hvítsaumnum sérkenni. Síðar var farið að sauma mislungsspor og jafnvel flatsaum. Rannsóknin leiðir í ljós að útsaumur íslenskra kvenna sem tekur til tímabils rannsóknar endurspeglar tíðaranda og tísku nærliggjandi landa. Það má greina varðveittum textilum heimildir þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns til samanburðar við erlendar heimildir. Samkvæmt skrá Kvennaskólans í Reykjavík frá 1874 til 1974 var hvítt bróderi kennt við skólann frá upphafi og fram undir 1920. Kennarar skólans voru vel menntaðir og höfðu kynnt sér skólamál í Þýskalandi og Sviss, sem þá voru leiðandi í kennslufræði textíla og í fararbroddi menntunar í kjannilum. Því sennilegt að útsársverkefni skólanna hafi borið svip erlendra menningar og tísku sem sótt var til Mið-Evrópu og hafi mótað útsámshefð íslenskra kvenna. Þá voru einnig konur í nánu sambandi við nærliggjandi lönd, þær panta útsársverkefni í gegnum prentunarlista og tímarit frá Kaupmannahöfn, London eða París, líkt og heimasætan í Berufirði, en útsaumur hennar stóð samanburð við það sem bar hæst í þessum efnum 1930. Það getur verið erfitt að benda ákveðin dæmi sem sýni að hvítur útsaumur hafi fengið sérkenni sem geti talist íslensk. Við samanburð á hvítum útsaumur frá Sviss eða Frakklandi og Danmörku og íslenskum á tímabili rannsóknar og komið var inn á í rannsóknir virðist grunnefni móta helstu sérkenni útsaumsins. Hvítur útsaumur frá Sviss og Frakklandi saumari afar fínt hörléreft og með fínum hörþræði, mynstur og útsaumur verða fínleg og mynda fíngerða efnisheild. Danski heiður og hvítsaumur var grófari þar sem hörlérefti var grófara, það móta mynstur og tækni og gefur útsaumi sérkenni. Hér á landi var ekki ræktað lín og við vorum háð innflutningi á efnum til útsaums. Þannig var heildaráferðin ósamstæð og íslensk sérkenni mótuðust ekki líkt og var í áðurnefndum löndum. Ekki taldi ég undangreina íslensk sérkenni í enskum og frönskum saum, feneyjasaum eða heiðinsaum. Fyrirmyndir voru gjarnan sóttar í hannyrðabækur samanber Klara Wever eða tímarit og pöntunarlista. Hins vegar tel ég að greina með íslensk sérkenni í hvítsaumsdúkum, kaffidúkum sem oftast voru saumari hörléreft og með hörgarni. Þessi dúkar voru afar vinsælir sem útsámsverkefni í framhaldsskólum fram undir síðasta fjórðung liðinnar aldar. Eftirsóttra var að sauma dúk sem var frábrugðinn öðrum og til að auka fjölbreytni var að teikna ný mynstur sem þróast og þannig fekk útsaumur íslenskt yfirbragð. Rannsóknir sýnir að konur hafi stundað kvenlegar listir til að fullnægja sköpunarþörf sinni og fegra sitt daglega umhverfi. Útsaumur var listræn heimilismenning sem mótaði aukna fegurðarvitund Íslendinga.
Upp úr miðri 19. öld átti útsaumur í harðri samkeppni við vélrænan útsaum sem hafði nær útrýmt handverkin á meginlandi Evrópu. En þrátt fyrir að tækni og fullkomnu vélrænis útsaums hafi nálgast handverkið, náði hann aldrei að fanga sköpunargleðina, þrána til að búa til eitthvað fallegt sem gert af lífi og sál, en segja má að einmitt í því felist innri fegurð handverksins. Takk fyrir. Þetta var mjög fróðlegt. Ég vonaði fyrirgefa okkur þó að við komin aðeins fram yfir tímann. En við getum samt leitt eina eða tvær spurningar. Mér langar að spyrja hvort það stafnum þessi rannsókn komið á bók. Takk fyrir þessa fyrirspurn. Ég hef verið mjög mikið spurð þá. Það verður vissulega skemmtilegt að gera það. Hver var spurningin? Hvort að rannsóknin muni koma út á bók. Og ég svara því til að ég hef fengið margar slíkar fyrirspurnir. Það eru margir sem hafa áhuga á því. Þetta efni hefur auðvitað ekki verið rannsakað hér hjá okkur. Og ég vil taka fram að þetta eins og ég tek fram í ritgerðinni. Þetta er bara lítið brot, lítið partur. Mér hefði langað til að skrifa svo ótalmargt fleira. En ég vona að þetta verði til þess að hreyfa þeim mörgum fleiri konum eða körlum að skrifa þetta yndislega efni sem bæði fróðlegt og skemmtilegt. Önnur spurning, kannski í lokin. Ef ekki þá ein spurning gjör það vel. Svanhildur heiti ég, mig langar að spyrja ég hjó eftir því að hún talar ekki kontórstig. Nei, eins og ég segi, þessi fyrirlestur hér aðeins pínulítið brot af minni rannsóknarvinnu og ég fór einmitt inn á hugtök í ritgerðinni og þar tók ég einmitt kontórstingin því að þegar ég var að læra á 7. áratug síðustu aldar var kontórstingur algjört bannorð og þá lærðum við leggsum og síðan talar Elsa varplegg en ég sá í heimildakönnun víðsvegar land bæði munnlegum og skriflegum að kontórstingur lifir enn afskaplega góðu lífi svo ég held við lofum honum bara að vera með á þessum fleiri svona sem ég rakst á í rannsóknarvinnu minni. Takk fyrir þetta. Nú langar við bara til að biðja fyrirlesarana að koma hérna upp alla 5 og ég ætla að fá að færa ykkur hérna bók fyrir hönd Þjóðminjasafnsins. Þetta er sýningarbókin hérna með sýningunni í Myndasalnum, Betur sjá augu, ljósmyndun íslenskra kvenna 1872–2013. Með þakk fyrir fyrirlesarana. Komuna þessum. Nú skulum við fara út í góðæði.